hefur breyst mikið á undanförnum árum. Já, það er ennþá að koma hér fólk inn í salinn, þið bara takið ykkur tíma og finnið ykkur sæti. Ef að það eru ekki lengur sæti hérna í salnum, þá er laus sæti hérna uppi á svölunum. Nú, já, þið vitið það jafnvel og ég að hlutverk fyrirtækja hefur breyst gríðarlega á undanförnum árum og áratugum. Það er almennt litið svo á í dag að fyrirtæki þurfi að standa sig í samfélaginu. Vera góður samfélagsþegn, svona rétt eins og við einstaklingarnir. Við reynum að vera okkur sjálfum til sóma og fyrirtækin eru farin að reyna að gera það líka. Þannig að þau þurfa að starfa í sátt við samfélagið. Og það er að þessum sökum, sem á öðrum, sem samtal við hagsmunaaðila er gríðarlega mikilvægt í dag. Þannig geta fyrirtæki kynnst betur áhyggjum og væntingum sinna hagsmunaaðila, hlustað á þá og gert betur. Það er alltaf hægt að gera betur, þó að vel sé gert. Og til þess að gera betur, þá höfum við hjá Landsvirkjun ákveðið að tileinka 50 ára afmælisár okkar þessu samtali við hagsmunaaðila. Við köllum þetta samtal á afmælisári og munum halda fjölda opinna funda á þessu ári með það markmið að kynna betur starfsemi okkar, hlusta á skoðanir, ræðum framtíðina og stuðla að gagnsærri og faglegri umræðu málefni sem tengjast starfsemi fyrirtækisins. Nú, fundur okkar í dag er liður í þessu samtali. Umræðuefnið endurspeglar líka mjög vel hvað hlutverk fyrirtækja í samfélaginu er orðið mikilvægt. Hvað loftslagsmál varðar, þá eru fyrirtæki hluti af vandamálinu en líka hluti af lausninni. Ábyrgð fyrirtækja í loftslagsmálum og hvernig fyrirtæki geta unnið gegn losun gróðurhúsalofttegunda og loftslagsbreytingum er raunverulega eitt af mikilvægustu málefnum samtímans og mjög brýnt að ræða. Nú við hjá Landsvirkjun viljum taka ábyrgð okkar umhverfi og samfélagi og settum okkur stefnu samfélagsábyrgð árið 2011 og höfum starfað eftir henni síðan. Og við höfum einnig sett okkur stefnu loftslagsmál. Og árið 2008 settum við okkur stefnu að verða kolefnishlutlaust fyrirtæki og það verður kynnt hér af Ragnheiði á eftir betur hvernig við erum að vinna eftir henni. Nú, en það er góður hópur, bæði stjórnenda og sérfræðinga sem er hér komin til að tala í dag og segja okkur frá því helsta sem að það er að starfa við á þessu sviði og ekki síst hvaða leiðir fyrirtæki geta farið til þess að draga úr losun eða jafnana. En áður en við vindum okkur í erindin, þá eru nokkur praktísk atriði. Mér langar að biðja fundarmenn, það er að segja fyrirlesara, svona rétt eins og fyrirtæki og einstaklingum að taka ábyrgð á þeim tíma sem að þeim hefur verið gefin. Það er mjög þétt dagskrá og skemmtileg hér í dag og fyrirlesarar verða að virða þann tímaramma sem að þeim hefur verið úthlutað. Nú, eftir hvert erindi þá leyfum við 1 til 2 spurningar sem snúa svona beint að efninu. En við geymum síðan umræður þar til í lok dagskrárinnar og en þá verður pallborð með öllum fyrirlesurum. Nú, ef það eru ekki fleiri sæti, þá eru líka sæti uppi, ég vil benda á það. Nú, við tökum okkur kaffi, að sjálfsögðu, þetta er löng dagskrá og þegar að þið eruð að vera búin með tíman ykkar fyrirlesarar, þá kemur svona bleikur fáni svona upp á fremsta borðinu þegar 2 mínútur eru eftir. Og svo þegar ég fann að nálgast eitthvað svona mjög mikið, þá ég líti út frá mjög sakleysleg, en ég er mjög grimmur tímaörður. Þannig þá er tíminn búinn þegar ég er svona fann að nálgast eitthvað. En það er opið Wi-Fi hér, þannig ef þið viljið fara á Twitter og fylgjast með umræðunni, það er hægt að setja inn spurningar á Twitter með kassa, 11 samtal og setja inn spurningar. Þessi fundur eru líka í beinni útsendingu á YouTube rás Landsvirkjunar og þeir sem vilja fylgjast með líka þar eða eru að fylgjast með nú þegar geta sett inn spurningar og fyrirspurnir á kassi 11 samtal og við fylgjumst með því á eftir. Það verður upptaka
af fundinum aðgengileg í kvöld. En eins og ég sagði, þá ekki eftir neina að bíða. Það þétt dagskrá hér sem að fara í gang og ég ætla að biðja Ragnheiði Ólafsdóttur, umhverfisstjóra Landsvirkjunar, að ríða hér á vaðið og fjalla hlutverk Landsvirkjunar í loftslagsmálum. Gjörðu svo vel. Já, ágætu fundargestir. Mér langar í þessi erindi að svara spurningunum hvers vegna Landsvirkjun þarf að hugsa losun gróðurhúsalofttegunda. Landsvirkjun vinnur jú orku frá endurnýjanlegum auðlindum og sem losar ekki mikið af gróðurhúsalofttegundum og í raun þá mjög litlar kvaðir á fyrirtækinum að draga úr losun. Það eiginlega aðeins svo kvöð að upplýsa losun frá lónum og frá jarðgufuvirkjunum. En loftslagsbreytingar af mannavöldum staðreynd og líklega stærsta ógn sem við jarðarbúar stöndum frammi fyrir núna. Og Ísland aðili að rammasamningi Sameinuðu þjóðanna og hefur skuldbundið sig til þess að grípa til aðgerða til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og jafnframt að auka bindingu kolefnis með ræktun og verndun gróðurlenda. En þá getur maður spurt sig, hvað liggur ábyrgðin í að uppfylla þessar skuldbindingar Íslands? Hver á að gera hvað? Hver ábyrgð fyrirtækja eins og Landsvirkjunar sem fyrirtæki í ríkiseigu og hver ábyrgð annarra fyrirtækja og hver ábyrgð okkar sem einstaklings? Ef við byrjum mig langar að hverfa aftur til áranna 2006 og 2007 en þá vorum við hjá Landsvirkjun nýbúin að innleiða umhverfisstjórnun hjá fyrirtækinu sem gerir kröfur það að við þekkjum umhverfisáhrif af starfseminni og að við leitum leiða til að draga úr þeim áhrifum. Og losun gróðurhúsalofttegunda sannarlega ein af umhverfisáhrifum Landsvirkjunar, þó hún kannski sé ekki svo mikil borið saman við aðra tegundir orkuvinnslu. Og þá langar mér að sýna ykkur þessa hérna glæru. En hún sýnir losun gróðurhúsalofttegunda frá mismunandi orkuvinnslu og þið sjáið þarna að hæstu súlurnar kol og olía og lægstu súlurnar þær hérna sína vatnsafl, hér Fljótsdalsstöð, hér jarðvarmi og svo vindorka. Þannig að og við mat á þessum losunartölum þá byggt á aðferðafræði vistferilgreiningar eða life cycle assessment, þannig að tölurnar á milli þessarar losunar upplýsingar, þær samanburðarhæfar. En hver þá uppsprettur losunar hjá Landsvirkjun? Það umfram allt, það útstreymi frá jarðgufuvirkjunum sem stendur fyrir 75% af losuninni. Það einnig losun frá lónum sem 24%, og svo önnur losun eins og brennsla jarðefnaeldsneytis, losun það aðalega SF6 sem einangrunarmiðill á rafbúnaði og svo losun metans vegna urðunar og óflokkuðum úrgangi. Þetta samanlagt innan við 1%. En allavega á þeim tíma, þarna 2007, þegar við tókum þá vorum við hjá Landsvirkjun, þá voru líka þáttakendur í þessum alþjóðlegu hringborði sem var kallað Global Roundtable on Climate Change og var sem stóð fyrir maður á nafni Jeffrey Sachs frá Columbia University sem þekktur að unnið að loftslagsmálum. Og með þáttu okkar í þessari hringborði þá skuldbundum við Landsvirkjun til þess að gefa upplýsingar losun gróðurhúsalofttegunda frá fyrirtækinu. Og þá var stefnt að því að við skildum stefna að kolefnishlutleysi og eiginlega var umræðan svolítið hjá okkur svo að við sögðum við okkur sjálf að ef við sem framleiðum eða vinnum endurnýjanlega orku, ef við getum þetta ekki, hverjir geta þetta þá? Og þá hófst vinna við að mæla og leggja mat á losun frá starfseminni og gefa árlega út kolefnisspor fyrirtækisins. En kolefnisspor, það losun mínus binding og hérna sjáum við helstu tölur, losunartölur fyrir jarðvarma sem þarna mestur og svo lónin og jarðefnaeldsneytið
og förgun úrgangs og svo rafbúnað sétir sem sagt súlur sem síðustu 5 ár. Það var nokkuð vinna sem fór í að ná tökum á þessum losunartölum, sérstaklega vegna þess að bæði losun frá jarðvarma og lónum, þetta eru flóknir ferlar og það er til dæmis til næsta víst að útstreymi frá jarðvarmavirkjunum sem sagt að hluta þessu sem við erum að mæla náttúruleg losun. En hún samt sem sagt hluti á okkar það sem við gefum upp því að við erum ekki alveg með þetta á hreinu, hvað náttúrulegt og hvað á völdum vinslunar. En ef við byrjum á því og skoðum svolítið þessi skref sem við erum búin að taka á Landsvirkjun í 8 kolefnishlutleysi, þá þetta 2006 og 2007 sem ég er búin að fjalla og það voru líka, við vorum þegar við byrjuðum á fyrstu skrefunum 1970 þegar við hófum landgræðslu í Búrfelli og síðan á Blöndu og við Fljótsdalsstöð. En þá vissum við ekkert að við vorum að taka skref í 8 kolefnisjöfnun. Og eins 2003 þegar við hófum rannsóknir á losun frá lónum í samstarfi við þáverandi RALA og núna Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, þá vorum við líka að byggja undir þessi skref sem við höfum verið að taka. Og á sama tíma þá lögðum við og svo 2011 þá vorum við komið með nokkra svona heildstæða aðgerðaráætlun, hvaða aðgerðir við þyrftum að grípa til þess að geta sett fram tölulega og tímasetta aðgerðaráætlun. Og á sama tíma þá lögðum við líka lokahönd á fyrstu svona vistfyrirgreiningu fyrirtækisins frá Fljótsdalsstöð sem var sýnd vitnaði á fyrstu glærunni. Og jafnframt hófst vinna við að rannsókna náttúrulegum útstreymi frá jarðvarmavirkjunum, en það eru bæði verkefni sem eru í gangi og munu skila okkur betri og nákvæmari upplýsingum þegar framlíða stundir. En frá 2011 þá höfum við markvisst verið að vinna svo að kolefnisjöfnun, meðal annars höfum við gert samninga við bæði Skógrækt ríkisins, Landgræðslu ríkisins og Kolvið og við munum fá að heyra meira þau verkefni hér á eftir því að það felast mikli möguleikar í kolefnisbindingu, sérstaklega hér á Íslandi. En við höfum líka unnið að öðrum verkefnum eins og orkuskiptum í samgöngu, höfum sett okkur samgöngustefnu, þá höfum Landsvirkjun styrkt ótal rannsóknarverkefnum kolefnislosun og kolefnisbindingu í gegnum orkurannsóknarsjóð fyrirtækisins og núna 2013 erum við fyrir alvöru byrjað að fara að skoða möguleika á nýtingu á gasi sem losnar frá jarðvarmavirkjunum sem svokallaða fjölnýtingu. En allavega, í ár á 50 ára afmælisári Landsvirkjunar munum við kynna heildstæða og tölulega og tímasetna aðgerðaáætlun til þess að við sýnum hvernig við ætlum að ná kolefnisjöfnun fyrir starfsemina. En hún verður kynnt síðar á árinu. Og að lokum, þá langar mér bara til að setja þessa magntölur svolítið í svona samhengi. Heildarlosun frá Landsvirkjun, hún það bil 1% af heildarlosun Íslands. Og ef við setjum það í samhengi við losun annarra landa, þá sjáum við á þessari tölu, þessari mynd, þarna sýnd losun frá Norðurlöndunum, heildarlosun þessara landa frá 2011 og líka losun frá Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Og þá sjáum við að magn losunar frá Íslandi kannski ekki svo mikið samanborið við þessi lönd. En ef við skoðum einstaklingin, þá erum við hér á Íslandi engin eftirbátar þessara þjóða. Þrátt fyrir að við erum með orku sem að losa mjög lítið. Losun gróðurhúsalofttegunda í dag í samfélagi okkar eins og við lifum í dag, hún óhjákvæmileg, en ég held að við getum öll lagt okkar eitthvað að mörkum til þess að draga úr einhverjum litlum hlut. Við berum nefnilega, finnst mér, öll ábyrgð. Og eins og Sara sagði áðan að kröfur til fyrirtækja hafa verið að breytast undanfarin ár. Það ekki nóg að við getum sýnt fram á að fyrirtækja sé að fara lögum og reglum. Við sem einstaklingar, við gerum meiri kröfur til fyrirtækja í dag og við gerum kröfum samfélagsábyrgð þeirra og við hjá Landsvirkjun við viljum alveg gjarnan axla þá ábyrgð. Og varðandi losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni, þá byggjum við þá vinnu svolítið bara á þessum spakmæli. Það bara enginn gerði stærri mistök en sá sem gerði ekkert af því honum fannst hann geta gert svo lítið. Takk fyrir.
Hver Ragnheiður? Fenguð þið líka svona áfall eins og ég þegar hún sýndi okkur súluna að losun Íslands var svo rosalega lítil að þau hugsuðu, ég sem að flokka allt heima og passa mig að fara á hjóli og ekki bíl og það skiptir engu máli. Svo kom næsta glera og þá bara, jú, ok, við þurfum víst að halda áfram. Það alveg greinilegt. En næstur á mælendaskrá Bjarni Diðrik Sigurðsson. Hann skógvistfræðingur og kemur frá Landbúnaðarháskóla Íslands og erindi hans heitir Loftslagsbreytingar og áhrif þeirra. Hvað til ráða? Gjörðu svo vel, Bjarni. Fundarstjóri, kæru félagar. Það mjög gaman að fá að koma hingað og tala við ykkur. Það einmitt, á þessu ári 20 ár síðan ég hóf starf í rannsóknum sem tengjast loftslagsmálum og áhrif loftslagsbreytinga á lífkerfið. Og mitt fyrsta starf svona fyrir ykkur Landsvirkjunarmenn var einmitt að deila kontór með henni Hólmfríði Sigurðardóttur og Rala hérna fyrir 20 árum síðan. Við höfum nú bæði breyst síðan. Hún hefur fríkkað en ég hef stækkað. Það sem ég var beðinn að gefa svolítið yfirlit þessi loftslagsmál og þetta svona hlutir þó að ég sé ekki ykkur eðlisfræðingur þá hef ég verið að fylgjast með þessu alla tíð þessi 20 ár og vonandi get sagt ykkur aðeins svona á mannamáli hvað þessi mál snúast og það oft einkennir almennis umræðu loftslagsmál mikið ruglingur og mjög mikið af misvísandi upplýsingum í fjölmiðlum. Af því það bara þannig með fréttagildi hlutana að það alltaf sá sem kemur með stærstu fullyrðingarnar og stundum því miður þar vitlausustu sem ratar í heimsfréttirnar en ekki þessir þarna leiðinda púkar sem eru með staðreyndirnar mest á hreinu. Og það fyrsta sem ég vill gjarnan taka fram við mína nemendur og aðra þegar ég útskýra þessi mál fyrir þeim að gróðurhúsaáhrifin og þær loftslagsbreytingar sem þau valda ekki eitthvað sem var fundið upp fyrir 15 árum og búið til að vísindamönnum til að fá vinnu. Gróðurhúsaáhrifin eru náttúrulegt ferli sem undirstaða alls lífs á jörðinni og náttúrulegu gróðurhúsaáhrifin valda því að hitastig á jörðinni 33 gráðum hlýrra en það væri annars. Þannig að ef það væri ekki þessi náttúrulegu gróðurhúsaáhrif að þá væri hérna fimbul jökull yfir allir jörðinni. Það væri að meðaltali á jörðinni 15 stiga frost. Og þegar við erum að tala að gróðurhúsalofttegundir stuðli að hlýnun í lofthjúpnum, að þá erum við ekki að tala að það hlýni kannski 1 gráðu, við erum að tala að það hlýni úr 33 í kannski 34, skiljiði. Og þetta bara svona einfaldar upplýsingar held ég breyti svolítið miklu fyrir almenning að taka eitthvað mark á þessum fréttaflutningi. Hvað vitum við þá þetta og það vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna IPCC sem samstarf, alheimssamstarf loftslagsrannsóknir sem gefur út þessa skýrslu sem þið heyrið stundum nefndar í fréttunum og síðasta skýrslan kom einmitt út núna fyrir rúma ári síðan og það óumdeild staðreynd að það hefur hlýnað ef maður tekur allar hitamælingar yfir sjó og yfir landi, yfir alla jörðina og að þá hefur hlýnað í lofthjúpnum 0,85 gráður eða tæpa 1 gráðu úr því að vera það bil 17,5 gráður að meðaltali við alla jörðina yfir í að vera tæplega 18,5 gráður yfir alla jörðina. Og það enginn sem deilir í rauninni þessa hlýnun. Það sem deilurnar snúast hins vegar hvað orsakar þessa hlýnun og þetta sveifla eða þetta af mannavöldum út af auknum styrk gróðurhúsalofttegunda. Og það í rauninni skilningur á þessum ferlum hefur breyst mjög mikið núna á síðustu 5 til 10 árum. Og öryggismörkin hvað að valda þessu alltaf að verða þrengri og þrengri og menn alltaf vissar og vissari, þeir sem stunda þessar rannsóknir að þetta drifið fyrst og fremst áfram af auknum styrk gróðurhúsalofttegunda. Hins vegar, þeir sem að stunda loftslagsrannsóknir, það sem þeir voru, þegar ég var til í mínu doktorsnámi á 10. áratugnum minna ég, að vandamálið þá var í rauninni að það átti að vera miklu hlýrra. Þessi aukni styrkur gróðurhúsalofttegunda átti að hafa leitt til miklu meiri hlýnunar en hafði orðið. Og það var alltaf megin gagnrýnin á það að vísindamenn gæti ekki skilið
ef þið get ekki skýrt hvað þið gerst í fortíðinni, þá getur þið sjálfsögðu aldrei spáð fyrir því hvað var að gerast í framtíðinni. Grundvallar byltingin í skilningi okkar á þessum málum núna á síðustu svona 5-10 árum það að menn hafa farið að skilja nýja ferla sem að vega á móti þessari hlýnun. Og það eru áhrif af ýmsum efnasamböndum sem að berast upp í lofthjúpinn og þar spila tvennt aðaláhrif eða þrennt aðaláhrif. Það eru brennisteinssambönd frá eldgosum, það er sótagnir frá bruna, opnum bruna, og í þriðja lagi í rauninni ýmiss konar NOx og brennisteinssambönd frá iðnaði. Og það er ein mengun gróðurhúsalofttegundir og þær valda hlýnun, en svo annars konar mengun sem reyndar að vega á móti þessari hlýnun. Og þegar núna með þessari nýju skýrslu frá því fyrir þá í fyrsta skipti í rauninni hægt að byrja í rauninni bara útreikninga 1880 og fá þá niðurstöðum veðurfar sem í dag. Og það í fyrsta skipti sem loftslagslíkön geta gert það í rauninni án gallalaust, og þar með komið risaskref í að skilja af hverju eða hvað að valda hlýnunni sem í dag. Og ef að þessi áhrif hefði ekki komið til, að þá ætti í rauninni að hafa hlýnað 1,5 gráðu en ekki 0,8 gráður. Það svona grasasnis og ég að koma hérna upp og tala loftslagsmál. Hvað kemur lífríkið loftslagsmálu við? Og það þannig að fyrir utan þessi óbeinu áhrif á veðurfarið, að þá einmitt þessi gróðurhúsalofttegund, mikilvægasta gróðurhúsalofttegundin sem koldíoxíð, hún líka grundvöllur alls lífs á jörðinni. Af því að allar plöntur og allir þörungar, að þeir nærast á þessu gasi. Og við nærum svo á því. Þannig að það í rauninni tvær hliðar á þessu gróðurhúsalofttegund. Og þannig hvar sem gróður eða þörungablómi eða þörungar í vatni, að þá lifa þessar lífverur sem undirstaðan í fæðukeðju jarðar á því að binda upp koldíoxíð með andrúmsloftinu, svo þið þekkið, við kallum þetta ljóstillífun. Þetta breytist í sykur og sykurinn síðan sykurinn notaður sem byggingarefni í allt annað lífrænt efni og berst svo eftir fæðukeðjunni. Hversu lengi þetta andrúmsloft, þetta gas úr andrúmsloftinu staldrar í lífkerfinu, það veltur á því í hvað það notað. Og það má segja, ef við tölum um jurtir og þörunga, þá erum við að tala innan við ár eða kannski nokkur ár sem að geymslan Ef við tölum um viðarkenndar plöntur, þá erum við að tala frá áratugum upp í árhundruð, en svo líka beinst og hleðst upp dautt lífrænt efni í jarðvegi og það getur það geymst 20.000 árum saman. Hvaða máli skiptir þetta? Ef við skoðum einfaldaða mynd hérna af kolefnishringrás jarðar, að þá erum við núna að meðaltali frá 2001 til 2010 að við erum að senda upp í andrúmsloftið með að brenna jarðefnaeldsneyti tæplega 8 milljarða tonna af kolefni, ef við reiknum þetta ekki sem koldíoxíð heldur hreint kolefni, 8 milljarða tonna á hverju ári. Til viðbótar erum við líka að stunda ósjálfbæra landnýtingu sums staðar í heiminum sem veldur jarðvegseyðingu og gróðureyðingu. Og sú ósjálfbæra landnýting að losa það bil 1 milljarð tonna til viðbótar upp í andrúmsloftið. Þannig samtals erum við að losa það bil 9 milljarða tonna af kolefni á ári út í andrúmsloftið. Á hverju einasta ári þetta bætast við. Hins vegar uppsöfnunin í andrúmsloftið bara 4 milljarðar. Þannig að tæplega 60% af því sem við losum í andrúmsloftið, það hverfur og bundið upp annarkvort í landi, í landvistkerfum eða í hafinu. Og þetta þá þessi náttúrulega kolefnisbinding og þetta sjáið í rauninni hversu gríðarlegu máli kolefnisbindingin skiptir í þessu loftslagssamhengi. Þetta ekki manngerðar aðgerðir heldur, þetta eru breytingar sem eiga sér stað í margs konar vistkerfum. Og ef ég sýni ykkur hérna mynd sem ég kalla gjarnan andadrátt Íslands, að þá þetta eru mælingar á styrk koldíoxíðs á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
Og hérna sjáum við í rauninni hvernig styrkurinn fellur á sumrin og eykst á veturna og þetta sem sagt andadráttur Íslands. Þetta andadráttur náttúrunnar, þannig á sumrin þegar að gróðurinn vex og hérna ekki bara á Íslandi heldur hérna á norðurhveli að þá lækkar styrkurinn í andrúmsloftinu en þegar gróðurinn fer í dvala á veturna en jarðvegurinn heldur áfram að rotna að þá eykst hann aftur og hluta þessu þá það sem við erum að losa og aukningin sem þið sjáu hérna frá 2001 til 2012 hvað maðurinn að bæta við inn í kerfið. Þetta, ef við skoðum hvernig þetta hefur verið frá 1850, að þá var það, við erum að losa núna á fyrsta áratugnum núna á þessar öld, að þá erum við að losa með gróðureyfingu og jarðvegseyfingu það bil 1,5 milljarð tonna á ári. Fyrir 1950 þá var þetta einhverjum stað í Norður-Ameríku og Ástralíu, en eftir 1950 þetta fyrst og fremst eiga sér stað í hitabeltinu. Hins vegar þetta gráa svæði hérna sýnir hvernig losunin hefur verið að aukast út af aukinni notkun, aukinni orkuframleiðslu með jarðefnaeldsneyti. Og ef allt þetta hefði verið eftir í andrúmsloftinu, þá hefði allt þetta svæði hérna fyrir neðan verið litað, en aukin styrkur í andrúmslofti hérna það sem gullitað. Þannig að náttúruleg kolefnisbinding hefur bundið upp það sem upp á vantar hérna. Og sem nemur þá 45%, eða tæpilega helmingur af öllu gróðurhúsalofttegundir sem hefur verið sleppt út í andrúmsloftið, hann ekki lengur í andrúmsloftinu. Og þetta hefur bæði verið bundið í hafinu og í landvistkerfinu. Og það þessi ferlar sem við erum að vinna með. Það sem kemur sett fram núna í nýjustu loftslagsskýrslu IPCC í rauninni, við getum valið, ef við höldum áfram, þeir setja nýja mynd sem ég kann mjög vel við og þeir segja við erum búin að losa svona mikið af gróðurhúsalofttegundum til dagsins í dag og hversu mikil áhrif við ætlum að hafa á veðurfar eða á meðalhita jarðar veltur á því hversu mikið við losum til viðbótar og markið sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa sett sér að halda hlýnuninni fyrir neðan 2 gráður en ef við fylgjum því ekki að þá getum við farið hérna ofar og það engin, svo ég taki það bara alveg skýrt fram, það engin önnur varanleg lausn heldur en að finna nýjan orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytisins. Hins vegar, ef við beitum þessum aðferðum sem við getum haft til að draga kolefni og koldíoxíð úr andrúmsloftinu, þá getum við keypt okkur meiri tíma til að breyta tæknikerfinu. Og þess vegna það alveg lykilatriði að við þurfum að vinna við þurfum allar þessar leiðir til að ná árangri og bindileiðirnar eru sérstaklega mikilvægar og hér mynd úr nýjustu loftslagsskýrslunni og hún í rauninni sýnir hvað gerist ef við fylgjum bjartsýnustu spá Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar en notum ekki kolefnisbindinguna neitt sem leið til að vega á móti til að jafna áhrifin að þá förum við hérna strax bara á nokkrum áratugum mjög hratt upp. En ef við notum kolefnisbindinguna sem leið og aukum hana líka þá getum við tafið þessa hækkun hérna 200 ár. Og það það sem leiðin, þess vegna þurfum við að vinna með báðar aðferðirnar. Ef við horfum svo á kolefnislosun Íslands eða jarðefnaeldsneytislosun Íslands þá einmitt eins og kom fram í fyrsta erindinu hérna þá náttúrulega, þetta sýnir orkunotkun Íslands frá 1990 til 2012 og það bara þetta græna hérna sem í rauninni jarðefnaeldsneytisnotkun Íslands. Við erum náttúrulega langt á undan mörgum öðrum þjóðum með endurnýjanlega orkugjafa í orkuframleiðslu, í rafmagnsframleiðslu og hitaveitu. En það sem stendur út af hjá okkur fljótandi eldsneytið, eru samgöngurnar og það þar sem að fyrirtæki geta náð einhverjum árangri en því miður erum við þar háð náttúrulega þetta þróun brennslumótora sem flöskuhálsinn hversu mikinn árangur við getum fengið þar og þar vantar okkur ennþá, við erum að sjá gríðarlega margt gerast mjög spennandi með rafmagnsbíla, vetnisbíla, metanbíla
skipastóllinn því miður ennþá á svartolíu, en þarna vantar okkur nokkur ár og meðan við erum ekki búin að finna þær lausnir að þá bindileiðirnar eitthvað sem fyrirtækjum stendur til boða og við þurfum að vinna samtímis með báða þessar leiðir. Við höfum meiri möguleika á Íslandi svo kaldhæðnislegt sem það vegna sögu okkar og hvernig við höfum tapað mjög stórum hluta jarðvegshulu landsins og gróðurhulu landsins. Hversu eins mikið áfall og það að þá gefur það okkur samt líka möguleika til að beita bindileiðunum á hlutfallslega miklu meira magni heldur en flest önnur lönd og sérstaklega í Evrópu. Þannig að þarna möguleiki og þessar megin 3 bindileiðir sem að við íslensk stjórnvöld hafa verið að hvetja og stuðla að það skógræktin, það landgræðslan og það endurheimt votlendisins og hér á eftir verða erindin einmitt fókusera svolítið á þessar 3 mismunandi leiðir. Við förum ekki mjög mikið núna á þessari málstofu í tækniheiminn og þar margt mjög spennandi að gerast sem alveg rosalega mikilvægt. En ég heyri það á Landsvirkjunarmönnum að það verður væntanlega efni málstofu seinna á þessu ári. Ég vil líka segja mína skoðun eða mína trú á því að þrátt fyrir alla fjölmiðla umræðu þá munu loftslagsáhrif ekki koma svona eins og hamar með einhverju stór einhver náttúruhamfari sem að brjóta samfélög. Þetta eru hægvirka breytingar, vissulega með áhrifum sem geta slegið til eins og aukinni tíðni storma og flóða og annað slíkt, en þetta fyrst og fremst mun hafa áhrif á okkur og vestræn þjóðfélög í gegnum meiri óstöðuleika. Og kannski það varð mjög mikil sveifla til þess að matvælaverði núna rétt fyrir kreppu og sumir hafa tengt arabíska vorið og öll þau vandamál sem eru núna í Miðausturlöndum einmitt við slíka sveiflu sem var að hluta til loftslags drifin. Það þurfa allir að takast á. Það ekki bara umhverfisráðuneytið og ríkisstjórnin sem þarf að leggja mörkum til að draga úr þessum áhrifum. Það eru ríkið, það eru líka fyrirtækin eins og kom fram eru mjög lítið í íslensku regluverki sem hvetur fyrirtæki til að standa sig og það þú. Og ég segi það að það ekki nóg að ríkið sé að stunda þetta, fyrirtækið þurfa að koma sterkar inn og Landsvirkjun hefur vissulega sýnt gott fordæmi hvað þetta varðar og eins og þið munið líka sjá hér á eftir. Og takk fyrir. Takk fyrir þetta mjög svo góða yfirlit, Bjarni. Nú einhver svona alveg beinar spurningar alveg beinar spurningar til þessara tveggja fyrstu fyrirlesara. Nei, en ég hvet ykkur til að skrifa niður hjá ykkur spurningar sem við tökum í pallborðið eftir. Nú, ef að þið viljið komast á netið, þá Wi-Fi, 2 rásir Gamla bíó og passvörðið gamla 220 ef þið viljið komast á netið. Nú, en þriði fyrirlesarinn okkar í dag Jóhann Þórsson og hann vistfræðingur hjá Landgræðslu ríkisins. Hann ætlar að segja okkur frá uppgræðslu lands. Gjörðu svo vel, Jóhann. Ágæti fundarstjóri og fundarmenn. Ég á þeim stað í lífinu að ég sé eiginlega hvorki með eða án glerugna. En hvað það? Í þessu erindi þá ætla ég að tala uppgræðslu lands og þetta erindi skipt í 4 kafla. Ég ætla fyrst að tala hvað felst í uppgræðslu. Svo ætla ég að tala svolítið landgræðslusvæði og samstarf sem að Landgræðslan og Landsvirkjun hafa átt í. Svo ætla ég að tala kolefnisbindinguna sem að á sér stað í landgræðslu.
og að lokum ætla ég að tala svo litið vindisspár í sambandi við landgrennslissvæði. En hvað það? Við erum búin að stunda skipulagða landgræðslu núna í vel og aðra öld og við erum oft náð mjög góðum árangri og við vitum hvað þarf til þess að örfokaland grói upp eins og við sjáum þessari mynd frá Mýrdalssandi þar sem hefur verið sáð melgressi. En já, árangurinn sem við sjáum víðan land, hann ótrúlegur og þessi mynd sem það hafi núna á skjánum eða á tjaldinu á svæði sem hefur verið grætt upp á síðustu 60 til 70 árum, sem sagt á einum mannsaldri og það mjög erfitt að ímynda sér að þetta hafi verið svartir sandhólar svona miðja síðustu öld, en það reyndar raunin. En það ekki einungis að þessi gróðurinn sem að hefur tekið stakkaskiptum, heldur hafa líka orðið mjög mikla breytingar sem við kannski leiðum ekki í hugan mjög gjarna að. Og það vegna þess að það gerist ýmislegt niður í jarðveginum sem að okkur hulið. Hérna sjáum við rótarkerfi af melgressi á Mýrdalssandi og þessi stafli þarna svona það byrja 2 metra hár. Rótarkerfi melgressis mjög einstakt og getur orðið margra metra langt ef þið eigið einhvern leið í Gunnarsholt og farið þar í Sagnagarð sem sýning landgræðslunnar að þá getur þið séð þar rætur sem eru rúmlega 6 metra langar. En það þarna í kringu ræturnar og í jarðveginum þar sem að allt þetta gerist sem við í raun og veru erum að eiga við í uppgræðslu lands. En áður en lengra haldið að þá skulum við aðeins reyna átt okkur á því hvað það sem að jarðvegur. Og svarið að þetta eru laus yfirborðsefni sem gróður fær þrifist í. Þetta mjög einföld skilgreining en dugar okkur allavega á þessu stigi málsins. Þarna höfum við bjúgstur í sandi og hún sem sagt eðli málsins samkvæmt að vaxa í jarðvegi. En jarðvegur og jarðvegur ekki sami hluturinn. Hérna höfum við myndir á tveimur svæðum, annars höfum við örfokaland og hins vegar höfum við velgróið land. Og það eru mörg augljós merki á velgrónarlandinu að þar séu vistferli og vistkerfi í mjög góðu lagi. Það góð fræframleiðsla og við getum séð merki þess að næringarefni sem að skólast úr hlíðinni þannig fyrir ofan að þau eru tekin upp af grösunum fyrir neðan þannig að það greinilega mjög lítil útskólun á næringarefnum úr þessum svæðum. Og allt þetta gerist vegna þess að þarna frjósum mold. Og þá spurningin, hvernig búum við til þessa frjósumu mold? Og svarið í rauninni einfalt, við bíðum. Mér langar aðeins til þess að sýna ykkur hérna dálítið klassíska mynd af íslensku rófubarði. Örin bendir á landnámslægið og eins og við vitum að þá getum við aðgreint í íslensku jarðlögum þann hluta jarðlagana sem hefur myndast fyrir landnám og eftir landnám þökk sé þessu gosum sem urðu þarna rétt landnám. Og það svolítið gaman að leika sér með þessar tölur. Ef við reynum að setja hraða jarðvegsmyndunar á Íslandi í gróft sögulegt samhengi miðað við árið í ár, þá getum við gert það á svona jarðvegstafla. Hérna neðst höfum við ísöld. Við vitum það að Ísland var örfokaland fyrir 10.000 árum, þannig að þá getum við gert ráð fyrir því að það hafi ekki verið nein mold. Þegar þarna komið jarðvegsmyndunar sögunni, þá erum við að uppgötva hjólið. Fyrir 6.000 árum síðan, þegar við erum þarna í jarðvegsprófílnum, þá ræktun að hefjast í Mesópótamíu. Hérna uppgötvar Súmerar ritlistina, þarna finna Egyptar upp skærin og hérna komum við, þarna verður landnám. Hér verða hraðar breytingar. Þarna hefst sturlungaöld, þarna Jón Arason hálshöggvinn.
Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, hún gerð á þessu árabili, og þarna einu R ofvikið. Og hér verður Davíð Oddsson forsætisráðherra. Myndin tekin þetta vilja kringum 1990. Það sem ég vil að þið hugsið að jarðvegsmyndun gerist mjög hægt. Náttúruleg jarðvegsmyndun það En þarna sjáum við 2 ferla. Við sjáum að moldin fyrir neðan dökk, moldin fyrir ofan ljós. Við sjáum að þetta bil jafnþykkt. Og það vegna þess að myndunarhraðinn í neðri hlutanum augljóslega mun hægari heldur en í efri lögunum. En moldin í efri lögunum myndaðist ekki þarna. Hún myndaðist á melunum þarna í kring. Þannig að við í raun og veru ekki að horfa á jarðvegsmyndun, raunverulega jarðvegsmyndun í efri hluta sniðsins. Jarðvegsaðgerðir þarf með að því að búa í haginn fyrir gróður og jarðvegslífverur svo vistkerfi geti bundið og miðla vatni, næringarefnum og orku. Og eins og Bjarni Diðrik rakti hérna áðan að þá bindur gróður koltvísýring úr andrúmslofti sem þar með stendur öðrum lífverum til boða og kolefni í jarðvegi mjög góður mælikvarða frjósemi og uppsöfnun kolefnis því afleiðing uppgræðslu lands. Og þessari mynd sem þið sjáðu hérna fyrir aftan mig að þá hafið annars vegar skematíska mynd af því sem að tilheyrir lífræn efni í jarðvegi en þið sjáðu líka þarna efnaformúlu af sammynd sem að eitt af þessum stöðugu kolefnissamböndum sem myndast í jarðvegi og geymist þar í 20.000 ára eins og Bjarni Diðrik var að benda á. Og svona, og í raun og veru það okkar takmark þegar við erum að vinna að uppgræðslu og bindingu kolefnis í jarðvegi að koma þessu kolefni yfir eitthvað svona form, stöðugt form. Og við getum séð í raun og veru þessa kolefnisbindingu eiga sér stað. Þetta eru gögn og ræktunartölur sem var gerð á Rala í gamla daga og þið sjáum að þarna lína fyrir rætur og ef ég reyna að benda á hana hérna þá það sem sagt þetta rótarlínan hér og svo sjáum við að það verður fall yfir veturinn og línan byrjar aftur árið eftir og svo verður fall aftur yfir veturinn og þetta í raun og veru þetta kolefni sem að losna frá plöntunum sem plöntunum hafa framleitt og meðal annars að fara út í jarðveginn og binst þar. Og það áhugavert að hafa það í huga og Bjarni Diðrik í það nú að því að það meira kolefni bundið í jarðvegi í heiminum en í andrúmsloftinu og gróðri til samans. Þannig að jarðvegurinn okkar sterkasti kolefnisgeymir. Og einnig skulum við hafa það í huga að íslenskur jarðvegur mjög sérstakur. Þetta eldfjallajarðvegur og hann hefur meðal annars þá eiginleika að geta bundið alveg gríðarlega mikið kolefni sem Bjarni bindi á. Hann getur bundið alltaf 25% af lífrænu kolefni með við eigin þyngd, þó það svona sjaldgæft að finna slíka jarðveg. Og þetta steinefna jarðvegur. Lífræn jarðvegur sem öllu jafna mjög næringaríkur og inniheldur mikið kolefni, hann inniheldur 12-18% kolefni. Þannig að þetta þessi örfoka svæði sem að við höfum, að þau bjóða upp að mikla möguleika sem Bjarni Diðrik minntist á. En nú langar mig til þess að víkja kvæðinu aðeins í kross og tala svolítið uppgræðslusvæði og landgræðslusvæði. Hér á þessu korti þá sjáum við í rauninni þau svæði, þau landgræðslusvæði sem hefur verið unnið á Íslandi síðan 1990. Þetta kort yfir sýnatökupunkta eða fyrirhugaða sýnatökupunkta af mælireitum sem að landgræðsla notar til þess að fylgjast með árangri í landgræðslu og mikið af þeim tölum og gögnum sem ég ætla að sýna ykkur hér á eftir byggir á. En það ekki bara landgræðslan sem hefur verið að vinna að uppgræðslu, fyrirtæki hafa gert það líka. Og Landsvirkjun eitt af stórhættækustu fyrirtæki landsins á sviði landgræðslu. Og mjög stór svæði sem hafa verið ræktuð upp á vegum landgræðslunnar og þetta kort sýnir það. Þetta eru svæði í kringum Blöndu, þetta eru svæði sunnan við Mývatn, þetta eru svæði upp á Jökuldalsheiði og svo höfum við svæði á Suðurlandi í kringum Þjórsár og Tungnarsvæðið.
Við höfum verið í samstarfi við Landsvirkjun að reyna að meta kolefnisbindingu á þessum heildarsvæðum, en við höfum einnig verið í mjög sérstöku samstarfi við Landgræðsluna kolefnisbindingu, sérstök kolefnisbindingarverkefni, og þau hafa nú farið fram á Suðurlandi og mér langar til þess að sýna ykkur hérna sérstaklega 2 þessara svæða, annars vegar í Koti og hins vegar í Bólholti sem eru rétt við Gunnarsholt. Þetta eru svæði sem hafa verið gerðir sérstakir samningar varflokasvæði, þar sem Landgræðslan í raun og veru vinnur fyrir Landsvirkjun að uppgræðslu. Landsvirkjun eignar sér það kolefni sem binst í jarðveginum og við hins vegar fáum á endanum uppgróið land. Þetta er samningur til 50 ára og Landgræðslan hefur fullt sjálfdæmi þær aðferðir sem að er beitt. Þannig að markmiðið er í raun og veru ekki kolefnisbinding. Kolefnisbindingin er eitthvað sem verður í vegna uppgræðslu lands. Hérna sjáum við 2 dæmi. Þetta er úr Bólholti. Þarna sjáum við mælirit og mynd af holnum sem hefur verið tekin 2011 áður en að aðgerðir hófust á þessu svæði. Og svo sjáum við hægra megin mynd af sama reit sem var tekin núna í fyrrasumar. Og á þessu svæði höfum við núna farið inn á annað stig sem er að planta birki, og ástæðan er sú að því öflugari gróður sem við höfum, því meiri kolefnisbinding verður. En leið fáum við líka stöðugari vistkerfi, og það eru þessi stöðugu vistkerfi sem við erum að leita eftir hjá Landgræðslunni. Þetta eru myndir frá Bólholti. Vinstra megin að það sjáum við sáningar eða áburðardreifingu frá árin áður sem er tekin í fyrra vor, og svo er myndin hægra megin tekin í fyrra haust á nánast sama svæði, og þá sjáum við að gamla svæðið er komið í sinu, en vinstra megin er sem sagt nýjar sáningar, og þar var sáð rígresi sem er einar grastegund til þess að við settum þarna til þess að fá inn lífmassa inn á svæðið. Og við hoppum yfir þetta. Og nú langar mig til að víkja kvæðin aðeins í kross og tala kolefnisbindingu. Og það er nú þannig að það er búið að vera að skoða hversu mikið kolefni binst í íslensku jarðvegi ansi lengi. Eiginlega frá aldamótum hafa verið stundaðar rannsóknir á því. Og hér eru niðurstöður frá Ásu Aradóttur og Kristjánu Svavarsdóttur sem að benda til þess að landgræðslusvæði bindi það bil 2,8 tonn af koldíoxíði á hektara á ár. Og það sem að kannski kemur svona einna best fram í þessari rannsókn er hversu mikil munur er á milli landsvæða í kolefnisbindingunni sem við svo sem getum átt von á. En meðalbindirhraðinn yfir öll þessi svæði er það bil 2,8 tonn af koldíoxíði á hektara á ár. En ég myndist aðeins áðan á að við værum líka að fylgjast með, Landgræðslan væri að fylgjast með landgræðslusvæðum og árangri landgræðslu. Og við höfum verið kerfisbundið að mæla kolefnisbindingu í landgræðslu frá 1990. Og enn sem komið er að þá hefur okkur því miður ekki tekist að ljúka allri sína vinnslu og ganga frá öllum þeim tölum sem að okkur standa í raun og veru til boða, en það verður vonandi bragarbót af því. Þannig að þær tölur sem ég er að sýna ykkur núna miðast við gagnaöflun frá árunum 2007 til 2008. Og þá sjáum við það að lúpína virðist binda það bil 2,2 tonn af koldíoxíði á hektar á ári. En svæði þar sem við hins vegar berum áburð, einungis áburð, og hafið í huga að það er svæði sem hefur auðvitað einhvern gróður fyrir, að það bindur það bil 2,8 tonn af koldíoxíði á hektar á ári. Þannig að þetta eru tölur sem eru mjög svipuð róli og aðra tölur sem að hafa áður birst. Og við áætlum allar aðrar aðgerðir að það er bindið svona bil 2 tonn af koldíoxíði á hektar á ári. Og þessi eru ákveðin skekkjumörk. Á grafinu hægra megin þá sjáum við annars vegar, það er ljósiflöturinn, friðursvæði sem er í umsjá landgræðslunnar, og svo sjáum við dökkaflötinn sem eru svæði sem hefur verið unnið á, sem hefur verið þá annars vegar dreift á fræi eða áburði sem eru hinn raunverulega aðgerðasvæði eða landgræðslusvæði. Og með þessar tölur þá getum við farið að skoða hversu mikil binding verður þá frá 1990. Og hérna er
smá reiknaæfing sem við höfum hérna lagt úti til þess að reyna að átta okkur á því hvað þessar mismunandi aðgerðir að skila þá með tilliti til flataramáls. Þess vegna lúpínan til dæmis svona lág, það einfaldlega vegna þess að það ekkert voðalega mikið af lúpínusamningum hér á landi við það sem maður getur svo sem haldið miða við suma umræðuna. Og þannig sjáum við sem sagt áætluð heildarbinding svona 150.000 tonn en skekkjumörkin eru vitaskuld mjög víð á þessum tölum. En Bjarni Dirik minntist aðeins á þessa möguleika sem við höfum til kolvetnisbindingar og ég einbræði á því líka hérna áðan. Og mér langar til að sýna ykkur hérna hægra megin graf úr grein eftir Lin Óskarsson sem hérna í salnum og mun tala hér á eftir. Sem sýnir kolefni í íslenskum jarðvegi, í íslenskri mold. Þið sjáum að þarna eru 4 súlur. Ein merkt BA, svo önnur merkt VAF-A, HA og VAF. Það skiptir svo sem ekki máli fyrir hvað þetta stendur. En við getum vænst þess að sá jarðvegur sem að myndast á landgræðslusvæðum sé eitthvað í líkingu við það sem að merkt þarna BA. Þannig að við getum ímyndað okkur að þetta sé svona möguleikin sem við höfum til einhvers tíma til þess að binda kolefni í landgræðslu. Og þá skulum við líta að grafa til vinstri og taka eftir því að ískalinn, lóðréttiskalinn á þessum gröfum mjög mismunandi. Þetta einungis 5%. Hámarkstalana á grafinu vinstra megin meðan við höfum 110% hægra megin. Þannig að kolefni sem við höfum og erum að bindast í íslensku landgræðslusvæðum þá ekki nema svona það bil fjórðungur af því sem við getum vænst að muni bindast. Þannig að það mikið borð fyrir báru á þessum svæðum. En þetta mun taka mjög langan tíma vitaskuld. Kolefnisbinding gerist ekki á einni nóttu. En þá langar mér til þess að taka þetta svolítið áfram og velta svolítið fyrir mér hvað það sem getur gerst í framtíðinni. Nú, þessar tölur sem ég var að sýna ykkur áðan og þessi spálíkön byggja í raun og veru á línulegri bindingu. Að bindingin sé fasti sem hefst á einhverjum ákveðnum tíma og haldist í raun og veru óbreytt. En það vitaskuld ekki þannig. Við erum með, þetta bleiki fáninn? Við erum með einhvers konar svona S-kurvu þar sem bindingin verður mjög hæg í upphafi, svo verður hann hröð og að lokum að þá hægir á henni. Og við getum leikið okkur að því að setja inn tölur og ég ítrykka það að þetta eru bara ágiskanir. Það fólk frá umhverfisráðuneytinu hérna í salnum og það best að hafa allan varan á. Þannig við gefum okkar hámarksræði bindingarinnar séum það bil 2,1 tonna koldíoxíð á hektar á ári. Og að þessi tímafasar séu annars vegar 11 ár, 5 ár, 29 ár, 6 ár og 9 ár. Þá getum við farið að leika okkur svolítið með útkomin úr þessu. Þá sjáum við það að heildarbinding hvers hektara landgræðsluaðgerðar myndi vera svona eitthvað í líkingu við þessa kurvu. Þarna eru sem bendir á svona cirka hvar við erum á þessum tíma ás. Þetta því samanlögð heildarbinding hvers árs miðað við bindifasalíkanið sem ég sýndi ykkur hérna áðan og landgræðsluaðgerðir, flatarmar landgræðsluaðgerðir sem þær eru skráðar til 1990. Og aftur til glöggvunar, þannig setti ég inn línu sem myndi sýna ykkur hvernig við í rauninni núna erum áætla þessa bindingu en rauðalínan bindingin sem að hérna við komum í sjálfu sér til með að reikna með að eigi sér stað. Og það mun væntanlega vera gengið út frá því í framtíðinni en við höfum því miður ekki þau gögn þá til þess að geta farið að byggja á því. Nú, samanlögð uppsafnuð heildarbinding 1990 myndi þó vera eitthvað þessu líkt. Við sjáum að árið 2050 erum við að nálgast 500.000 bindingu upp á 500.000 tonn, miðað við það að það hafi reyndar ekki orðið nein aukning í landgræðslu frá 2008. Og 500.000 áhugaverð tala sem við langar til þess að ljúka þessu erindi á vegna þess að þetta núverandi áætluð heildarlosun Íslands. Þannig að við myndum einhvern tímann miðja þessa öld vera að ná þeirri tölu í bindingu miðað við þessar gefnu tölur sem við vitum ekkert endilega hvort það standast. En vitaskuld ef við myndum bæta í að þá náum við þessu markmiði mun hraðar
en þá verður hugsanlega líka losunin orðin mun meiri. En það önnur saga. Takk fyrir. Já, takk fyrir Jóhann. Það gott að minna okkur á að þetta langhlaup. Við þurfum öll að passa okkur. Nú hafa ekki allir gott, það kaffi á borðunum og við ætlum að taka 1 til 2 fyrirlesara, sjáum hvernig gengur áður en að við svo stöndum upp og förum fram það bíða veitingar og kaffi eftir okkur frammi. En við ætlum núna að hlýða á Arnór Snorrason frá Rannsóknarstöð skógræktar á Mógilsá. Hann ætlar að segja okkur hvernig við breytum lofti í við kolefnisbinding með skógrækt. Gjörðu svo vel, Arnór. Á íslensku landslagi bleikir akrar og slegin tún eins og Gunnar sagði hér áður, en hann glemdi að lýsa skóginum, grænir skógarteigar eins og þið sjáið þarna. Og kannski einhver í salnum búin að átta sig á hvar þessi mynd tekin, en dalurinn hinn fagri Vatnsdalur í Austur-Húnavatnssýslu. Og hér mætir himinn jörð. Það eru þessi 2 átakafletir sem skapa okkar lífheim sem við mennirnir hrærumst í. Ég ætla í mínu erindi að fjalla skógrækt og kolefnismál og ég ætla að byrja að fjalla aðeins, byrja svona á jörðinni í heild sinni og færa mig síðan niður í smærri einingar eftir því sem líður á og byrja að tala almennt skóga og gróðurhúsalofttegundir, síðan aðeins skóga og skógrækt á Íslandi og bindingu skóga og skógræktar hér á landi. Aðeins að fjalla þar framtíðarspár það og síðan ætla ég að segja aðeins frá verkefnum sem við hefum unnið með Landsvirkjun bindingu koldíoxíðs, mælingar á bindingu koldíoxíðs í skógum Landsvirkjunar annars vegar og síðan þá nýju samstarfi Landsvirkjunar og Skógræktar ríkisins bindingu koldíoxíðs. Og svona aðalspurningin er auðvitað þessi, af hverju eru skógar og skógrækt svona mikilvæg í umræðinu loftslagsmál? Og ég vil nefna áður en lengra haldið að koldíoxíð langt mikilvægasta gróðurhúsalofttegundin og hún stendur fyrir tæplega 80% af heildarhlýnunaráhrifum gróðurhúsalofttegunda. Og ég ætla sem sagt ekki að ræða meira aðrar gróðurhúsalofttegundir hér. En það nefnilega þannig að eins og þið sjáu þessu korti sem sýnir þá útbreiðslu skóga í heiminum að skógar þeir þekja hvorki meira né minna en 30% af landflatamáli jarðar. Og þetta 4 milljarðir hektara, þetta eru stóra tölur og ef við bætum líka við svona lágvöxnu skógunum sem við köllum skóga eins og birkikerrunu og birkiskógunum hér á Íslandi þá bætast við 1 milljarður hektari viðbót, þannig erum komið með 5 milljarða hektara af viðivöxnu landi. Og til samanburðar, til þess að glöggva okkur á þessum stærðum, þá eru jöklar, sem sagt þekja jöklar 1,5 milljarða hektara og þá erum við að tala að það ein heimsálfa sem alveg þakin jökli og stærsta eyja heimsins líka þakin jökli. Ef þið rýnið í þessa mynd, þá sjáu þið nú nokkra græna flekki þarna á í litla Íslandi, þannig að þeir taka tillit til þess að það eru einhverjar ríslur hér á þessu korti. En ef við förum svona í kosti skóga og skógræktar, að þá eru kostir skóganna þeir aðalega að skógar, sem sagt þegar við breytum skóglausu landi í skógiklætt land, þá sé stað mjög hröð og mikil binding kolefnis á frekar stuttum tíma. Og
það var svona eina ástæðan fyrir því að kolefnisbinding í skógrækt fékk mjög snemma góðan hljómgrunn. Og það er önnur ástæða fyrir því, og hún sést á þessari mynd þarna, að skógurinn er svo áþreifanlegur. Þið sjáuð þarna, þið sjáuð bólinn á þessu tré og þessi bólur þarna, hann er að helmingu kolefni. Og þetta kolefni var áður en að þetta tré var til, það var upp í andrúmsloftinu, ekki neins staðar annars staðar. Þannig að þetta er mjög áþreifanlegt. Og svona fyrir okkur þá sem hafa lært skógfræði og skógmælingar, þá er þetta líka frekar einfalt að mæla bindinguna sem á sér stað í skóginum. Annað sem hefur verið að koma meira og meira ljós núna í framtíðinni, núna á nýjustu, með svona í síðustu árum, er það að það er ekki nóg að hugsa það sem binst í lífkerfinu, sem skóginum sjálfum, heldur verðum að líka huga því hvað verður hráefnin sem eru tekin út úr skóginum, sem viðurinn, hvað verður viðinn og hvað er hann að gera. Og kannski eru áhrif þessa þáttar enn meiri en áhrifin þegar bindingin á sér stað í náttúrunni. Og þá erum við að tala það að við erum að nota viðinn, við erum að nota þetta hráefni sem myndast hann í skóginum, við höggum trénu, við tökum það út og gróðursettum önnur í staðinn. Við notum þennan við til þess að búa til orku í stað kol og olíu, búa til byggingar í alls konar iðnaðarframleiðslu, búa til plastpoka með þessa, við kallum það plastpoka, en þetta eru pokar úr við. Og þetta eru þá einhverju þættir sem að koma í staðinn fyrir að nota þá kol og olíu. Og þau áhrif eru gríðarlega mikil og þau eru eiginlega meiri heldur en áhrifin við að rækta sjálfan skóginn. Síðast en ekki síst, þá hafa skógar, þeir tempra gróðurhúsa áhrifin. Og Bjarni Diðrik var að benda á þetta áðan, hann sýndi þessa svelgi, þessa kolefnissvelgi sem að menn vissi ekki alveg að, en meðal annars eru það skógarnir. Þegar koldíoxíði vex í andrúmslofti og hitinn vex á stöðum þar sem við höfum nóg af vatni og næringu, eins og hér á Íslandi, þá eykst vöxturinn í skóginum og hann bindur meira. Þannig að hann tekur á móti. Þetta er ekki allir ferlar í náttúrunni er ekki svona, eins og til dæmis einn válegasti ferillinn með loftslagshlýnun, það eru bráðnun freðísarins í freðmýrunum. Þar eru við með alveg öfugt kerfi, eftir því sem hlýnar meira, þess meira losnar að metani úr freðmýrunum. Þannig eru skógarnir mjög hagkvæmnir, en það er ekki allt gott við skógana. Og þetta er mynd sem oft sést í fréttum, og þetta eru hluti sem að gerast allan heim, þessi mynd af brennandi skógi. Eins og skógar geta nú bundið kolefni hratt, þá geta þeir losað á mjög hratt eða kviknar í þeim, eins og við sjáum á þessari mynd. Og líka eru vandamálið mikið við varanlega skógareyðingu. Síðan hefur það líka komið í ljós að skógar á norðurlandsslóðum, þar sem að snjóþekja er mikil og viðvarandi, þar getur liturinn á skógunum á veturnar haft neikvæð áhrif. Þeir draga í sig meiri geislun heldur en til dæmis hvít snjóhvít jörð. Og þetta kannski hefur ekki svo mikil áhrif hér á Íslandi því við höfum ekki svo mikla snjóþekju en til dæmis í Rússland og Síberíu og Kanada gæti þetta haft töluverð áhrif. Síðan er það sem kannski mestu máli skiptir er það að skógar þeir keppa pláss við aðra landnýtingu og þar komum við að því að okkur mönnunum er alltaf fjölgandi og fjölgandi. Og þegar við erum eitthvað fyrirbæri sem þekur 1/3 af landflatarmálinu, þá er alveg gríðarleg ásókn í þessi svæði, þess að fella skógana og rækta matvæli í staðinn fyrir skóga. Og það hefur í för með sér mjög mikla losun gróðurhúsalofttegunda, eins og Bjarni Diðrik minntist á. Snúum okkur á Íslandi. Hér er nýlega gert kort af kollega mínum Bjarni Traustasyni sem sýnir þá útbreiðslu skóga á Íslandi og þarna eru þá náttúrulegt birkilendi sýnt sem ljósgrænt og rauðir fletir eru þá ræktaðir skógar. Og ef þetta er allt tekið saman þá þekja þessi viðvöxnu svæði á Íslandi tæplega 2% á Íslandi. En svona ef við höldum okkur við alþjóðlega
skýringu á því hvað skógur, þá þarf það að vera einhver trjágróður sem nær meira en 2 metra hæð, þá skógarþekjan á Íslandi einungis 0,5% eða 50.000 hektarar. Við höfum verið að gróðursetja og við höfum verið nokkuð dugleg við það síðan 1990. Það vildi svo vel til að við byrjuðum að gróðursetja mikið 1990, en kreppan hefur sagt til sín og gróðursetning hefur dregist frá því að vera árið 2007 yfir 6 milljónir plantna niður í rúmlega 3 milljónir plantna. Og ég hefur svona verið að reyna að spá fram í tíma hvernig kolefnisbinding með skógrækt mun eiga sér stað, og þarna ég að sýna svona mismunandi sviðsmyndir. Þessi hér svona, eins og þeir kalla á ensku business as usual, þessi rauða. Og þá erum við að ná svona það bil 400.000 tonna bindingu á ári, en ef við myndum auka gróðursetningu 2 milljónir, þá myndum við fara hérna upp í tæplega 700.000 tonn. Síðan auðvitað náttúrulega birkiskógurinn, það að bætast við náttúrulega birkiskóg á Íslandi, og þessi viðbætti skógur, birkiskógur, hann líka binda það bil 50.000 tonn. Og þannig að við munum sjá á næstu áratugum aukna bindingu í skógrækt Íslandi, hvort sem við höldum okkur við þá gróðursetningu sem við erum að gróðursetja í dag eða við aukum hana. Mér langar að sýna okkur dálítið flókið graf, en ég ætla að reyna að skýra það eins vel út og ég mögulega get. En það mjög mikilvægt að skynja það, því að það sýnir einmitt þetta sem ég var að tala áðan, að viðarnytjarnar skipta mjög miklu máli í hvað skógur að leggja mikið til í bindingu á kolefni og sem sagt í þessi loftslagsmál. Þetta ansi flókið, en hérna höfum við svona eins og sagtennur, dökkbláar, þetta sem binding, þetta sem sagt 5 kynslóðir af rauðgrynskógi í Finnlandi, og þetta sem eins og dökkbláar sagtennur hér sem sagt bindingi sem á sér stað í gróðrinum, lífmassanum. Og tennurnar hérna, það verða til þegar verið að grisja skóginn, og stóra skarðið hér þegar skógurinn felldur í lokahauki og allur viðurinn fjarlægur. Þannig að þetta hoppar svona upp og niður. Síðan höfum við jarðvegsbindinguna hér, hún töluverð fyrst, það dregur aðeins úr henni hér og síðan eykst hún aftur, en svona að jafnaði hún að aukast örlítið. Síðan græna þá binding sem á sér stað í afurðum, í stólunum, borðunum, húsunum, pappírnum og svo framvegis. Það vex líka hægt og bítandi eftir sem líður á. Þetta langur tími, 450 ár. En það sem hefur mest áhrif, nú fór ég aðeins aftur á bak. Það sem hefur mest áhrif, og takið eftir því, það þessi dökkbláa lína hér, og það að við tökum þennan við og brennum hann og notum hann til þess að búa til orku í staðinn fyrir orku sem búin til úr kolum og olíu. Og ef við leggjum öll þessi atriði saman hér, og þá fáum við þessa línu hér, við erum svolítið að auka kolefnis forðan hér, frá því að vera það bil 80 tonn á hektara upp í 500 tonn á hektara. Þetta allt þetta kolefni ekki á þessum stað, en þetta eru sem sagt áhrifin, og þau eru mjög mikil. Þetta var kannski dálítið flókið, en ég vil líka minnast á það að við höfum verið að skoða mjög mikið á Mógilsá, og aðallega kollegi minn Þórbergur Hjalti Jónsson, skógfræðingur, hann hefur verið að skoða mjög mikið orkuskógrækt, og það sem hann að komast að við getum, eða sem sagt innviðaskógrækt, það sem hann að komast að að við getum fengið innri ávöxtun úr innviðaskógrækt, svona asparskógrækt eins og þarna sýnt, með því að rækta ösp í 2 lótum, og þá erum við að fá þarna innri ávöxtun upp á 3,3 til 5%, sem mjög gott, verður að segjast. Og þá ekkert verið að tala neina kolefnisbindingu þarna, en samt á sér stað þarna kolefnisbinding
Varanleg kolefnisbinding í lífmassa upp á 163 tonn á hektara. Ætla ekki að fara nánar í þá sála, en nú ætla ég að snúa mér af verkefnum, samstarfsverkefnum við Landsvirkjun og okkur hérna hjá Rannsóknarstöð skógræktar við rekum hérna verkefni sem við kallum íslenska skógarúttekt og okkur var falið sem erum að stjórnast í því verkefni að gera kolefnisspá eða kolefnisbókhald fyrir skóga Landsvirkjunar og við fórum í þetta á árinu 2011, kortlögðum skóga Landsvirkjunar aftur upp og við gerðum úrtaksmælingar, lögðum út mælifleti í skóglendin og síðan vorum við að vinna úr gögnum veturinn 2011-2012 og gerðum síðan kynntum niðurstöður og skilum skýrslu til Landsvirkjunar vorið 2012. Og ef við kíkjum aðeins á þessu svæði sem við vorum að vinna á, það auðvitað við þessar virkjanir Landsvirkjunar, það þarna við Sogið og þarna erum við að sjá sem sagt, myndir af Soginu, Steingrímsstöð, þarna vinstri myndin og síðan hægri myndin þá af Ljósafoss og Írafossi og rauðu svæðin eru þá svona eldri skógarsvæði sem eru með afmörkum með rauðri línu en gul svæði eru þá yngri skógræktarsvæði. Svipuð skógræktarsvæði í kringum virkjanarsvæði Landsvirkjunar að finna á Norðurlandi við Blöndu virkjun og það þarna til vinstri á myndinni. Þar voru líka eldri skógar og yngri skógar og það sama að segja í kringum Búrfell, þar eru skógarsvæði líka sem við kortlögðum og mældum. Og ef við kíkjum aðeins á þetta, þá var okkar niðurstöðu þær að Landsvirkjun var búin að gera svona gróft mat á flatarmálum skógarsvæðina hjá sér, en okkar mat var að þessi skóga var ekki jafn stór og Landsvirkjun hafði áætlað áður og þeir sjáu þarna muninn fyrir þessi svæði. Það munar töluverðu. Aðallega í Búrfelli að því þeir gerðu ráð fyrir að þarna fyrir eiginlega norðan Búrfellsfjalli sjálft upp með ánni þar var meiri skógræktarsvæði en reyndust vera. En samt sem áður þegar við fórum að skoða þá sem sagt koldíoxíðsbindinguna, nettobinding koldíoxíðs í skógrækt Landsvirkjunar, þá kom í ljós að bindingi var mjög svipuð og þeir höfðu áætlað í sínum skýrslum fram til þessa, en ég held að þeir hafi þá tekið upp þessar tölur eftir að við vorum búin að gera þetta mat. En þeir sjáu samt sem áður að við erum þetta með úrtaksmælingar og það mikil breytileiki þannig að það eru ansi stór vikmörk á þessum mælingum. Og svona bara til þess að sýna hlutina í samhengi við það sem að Jóhann var að tala um áðan að þá er binding, kolefnisbinding mjög mismunandi eftir svæðum og það er vanlega þannig eins og Jóhann myndist á áðan að í upphafi er hún mjög lítil, þetta er svona S-laga kurva en hún vex og eykst og þegar skógur er eldri þá er bindingin orðið mun meiri. Þannig erum við að fá sem sagt fyrir bestu svæðinu á Suðurlandi 8 tonna koldíoxíði sem bindast á hverju ári. En þannig sjáum við munin á Norðvesturlandi og Suðurlandi, þetta eru bara reynt og beint veðurfarslegu munur. Næst ætla ég að tala aðeins nýlega tilstofnað samstarf Landsvirkjunar og Skógræktar ríkisins bindingu koldíoxíðs í nýskógrækt og nú ég að renna út á tíma veit ég og ætla þá að fara hratt yfir sögu. Samningarnir milli Skógræktarinnar og Landsvirkjunar eru mjög einfaldir. Þetta er hreinlega þannig að Skógræktarinn skaffar land og sér framkvæmdir en Landsvirkjun greiðir stofnkostnað og á þá eða nýtir sér í sínu bókhaldi kolefnisbindinguna sem á sér stað þar næstu 50 ár. Við þá hjá Rannsóknarstöðinni sjáum að mæla þessa kolefnisbindingu frá einum tíma til annars.
Svæðin sem ræðir eru þessi 4 sem hafa komið til tals. Þar búið að gera samninga við Landsvirkjun Laxaborg og Belgsá og þar eiginlega skógræktinni lokið. Það verður lokið við að gróðursetja þau svæði núna þessu sumri. Ég fekk upplýsingar það núna. Það verið að ganga frá samningum Skarfanes en Ormstaðir eru þá í einhvers konar biðstöðu eins og Skarfanes langstærsta svæðið, þá liggur þetta rétt við Búrfellsvirkjun, austan við Þjórsá. Ekkert að fjalla svo mikið þetta fyrir hratt yfir sögu hér en við reynum að meta grósku trjátegundurna sem eru á að nota í þessa skógrækt og hafa verið notaðar. Og þetta eru þá binditölur sem við höfum notað í okkar útreikninga. Og við notum líka bindingu í jarðvegi og það þá svipuð binding í illa og hálfgrónu landi eins og Landgræðslan að nota í sínu landi. En á aftur á móti í framræstu mýrlendi gerum við ráð fyrir losun. En ég ætla að taka það fram að á þessu svæði þetta eru alls 700 hektarar og voru aðeins 5 hektarar sem sagt framræst mýrlendi sem var plantað í. Þannig það var bara örlítið svæði. Hér sjáum við þá kúrfur yfir bindingu á þessum svæðum, hvernig ég hef reiknað að hún verði á næstu 50 árum, en samningarnir eru bara 50 ára. Og hér sem sagt þá kostnaðargraf sem sýnir þá kostnað sem eru rauðar súlur niður í móti, en bláa súlur eru þá tekjur af kolefnisbindingu og ég gerir ráð fyrir að það fáist fyrir tonni 20 evrur, sem þá nokkuð hátt mat en var svona meðalmat þegar ég var að gera þetta. Síðan reyndum við að meta, ég fekk nú hagfræðing frá Landsvirkjun með mér í það að reyna að meta sem sagt hagkvæmni þessara kolefnisbindingar og okkar niðurstaða var svo að fyrir 10, 20 og 30 evrur á tonnið þá erum við alltaf með plús úr þessu dæmi. Svo að ég ætla bara að lega samantektina að standa hér, ég ætla ekki að þið geti bara lesið þetta, en ég þakka bara kærlega fyrir að fá að segja frá skógrækt og bindimöguleikum í skógrækt. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Arnór. Þetta eru allt 100% ábyrgir einstaklingar sem að hér hafa stigið á stokk, mjög ánægilegt. En við ætlum að fá okkur smá kaffi núna, gera hlé á dagskráni. Það er kaffi bæði hér bara út þessar dyr og líka ef þið farið fram í aðalsalinn. Við ætlum að vera komin hingað aftur inn korter í. Þannig að þið fá ykkur veitingar og sjáum svo eftir.
Jæja, góða gestir. Við ætlum að hefja leikinn aftur að nýju. Núna eru erindin öllu styttri heldur en við vorum hér í fyrir hlutanum. Og að þeim loknum þá ætlum við að spjalla dálítið saman. Þið skrifið endilega hjá ykkur spurningar sem að brenna á ykkur og þið getið spurt fyrirlesara á eftir. Einnig er þetta að setja inn spurningar á Twitter, kassi 11 samtal. Það eru komnar einhverjar spurningar nú þegar frá fólki sem er að horfa á fundin í beinni útsendingu og verður gaman að ræða þá eftir. En næstur í pontu er Einar Gunnarsson frá Skógræktarfélagi Íslands og ætlar hann að segja okkur frá landgræðsluskógum og skógrækt við Búrfell. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, fundarstjóri, góðir fundagestir, nær og fjær, halló Búrfell. Ég ætla að fjalla landgræðsluskóga verkefnið, en einkum að staðnæmast við samstarfsverkefni landgræðsluskóga og Landsvirkjunar frá því 1991 ræktun landgræðsluskóga við Búrfell. Já, það þarf víst að kveikja á þessu. Er þetta komið á skjáinn? Já. Já. Nei. Já, vafalaust staðnæmast augu ykkar nú við hvítu húfuna á fjallinu þarna, en ég ætla nú einkum að halda mér við gróðurinn nær. En akkúrat þessi skógur, uppvaxandi skógur, þetta er á Ásólfsstaðaaurum í Þjórsárdal og þetta er svona ávöxtur óformlegs samstarfs Landsvirkjunar og Skógræktarinnar í gegnum árin, því að vegna þess að áin var virkjuð að þá hætti hún að flæða yfir þessar eyrur á hverju ári og skógræktin var búin að búa í haginn á landi sínu á Ásólfsstöðum og Skriðufelli og handan árinnar var einnig komin upp skógur og þetta er sem sagt þarna dreifist lúpínan út og síðan sáir skógurinn sér út á þessa aura. En það er ekkert langt síðan að þessir aurar litu út nákvæmlega eins og þessir aurar. Þeir voru sem sagt gróður vana. En hér sjáum við svona sögusviði sem að ég ætla að halda mér við hér í þessum stutta fyrirlestri og við sjáum þarna Sámsstaða múlan til vinstri og Búrfellið fyrir miðri mynd og allra lengst til hægri er farið að hylla í rætur Heklu. Á 60 ára afmæli Skógræktarfélags Íslands 1990 og frú Vigdísar forseta að þá var þessu átaki landgræðsluskóga hleypt af stokkunum og það var sjálfsagt ekki minnst fyrir það hversu ötull talsmaður Vigdís var fyrir skógrækt á landinu. Hún tók jú við á ári trésins 1980 og á allstaðar það sem hún kom og það sem hún hélt ræður, þar talaði hún fyrir skógrækt og uppgræðslu landsins. Nú, það er í dag samstarfsnefnd þeirra aðila sem eru formlegir samstarfsaðilar verkefnið og hún er hér, ég ætla ekki að lesa það upp en það er skjalfest. Nú, hér sjáum við ganginn í verkefninu í gegnum tíðina. Það var sem sagt takmarkið í sjálfu sér var að gróðursetja
1.000.000 plöntur í nokkur ár, en verkefnið þótti takast það vel að það var ákveðið að gefa því framhaldslíf. Og við höfum ekki náð undanfarin ára að gróðursetja 1.000.000 plöntur á ári, og það hefur verið svona heldur niður á við. En við gerum ráð fyrir því að 2020 að þá spýtum við aftur í lóana, þá séum við búin að ná vopnum okkar aftur. Þetta kort sýnir niðurstöður nýlegrar landsúttektar á verkefninu. Það er reyndar frá 2009 og tíminn er fljótur að líða, en þetta sýnir svæðin og þetta sýnir það að við erum sérstaklega að vinna með sveitafélögunum og þá sérstaklega í útjaðri þéttbýliskjarnanna. En þið sjáu líka Suðurlandið að stóri punkturinn þarna er Búrfell. Og ég ætla þá að fjalla um það verkefni. Hér sjáum við gamlan afrétt. Þetta er afréttur sem var í því ástandi þegar þessi mynd var tekin að hann var ekki í standi til að skaffa mikla beit eins og þið sjáið á myndinni. Hérna rétt sunnan við hálsinn er Búrfellsskógur, gamall skógur sem hefur náð að tóra með þjóðinni í rúm 1100 ár. Og allstaðar þarna við Búrfell, við getum alveg gert ráð fyrir því að skógur hafi vaxið á þessum undirlendi og alveg upp á topp á Búrfelli. Búrfellið er allt undir skógarmörkum. Og hér sjáum við leifarnar af gamla Búrfellsskóginum. Þessi mynd er bara tekin hérna fyrir nokkrum árum. Og litlu myndinni til hægri þar sjáum við að við vorum að reyna að laða fram svona einhverja sjálfbæra framvindu með áburðargjöf. Þið sjáum við þessa grænu slíkju þarna við rofabarðið. Því miður þá er ég að hryggja ykkur með því að segja ykkur það að þegar ég kom þarna í sumar að þá voru þessi áburðar áhrif öll búin að mást út og engin sjálfsáning í því. Og við hérna þurfum að grípa til kannski róttækari aðgerða til að fá þessa framvindu á stað. Og hér er mynd sem að sýnir leifarnar af Búrfellsskógi. Þetta er þær skógarleifar sem eru næst Búrfellsvirkjuninni. Og hér er gömul mynd sem að ég fékk hjá Landsvirkjun. Þetta er tekið miðjan 9. áratuginn áður en að skógrækt hófst á svæðinu. Þarna er búið að bera á í sjálfsagt margendurtekið. Eins og kom fram hérna áðan þá hófst landgræðsla við Búrfell 1970. Þessi mynd er tekin á því glaða sumri 2007. Og þetta er tekið í átt að stöðvarhúsinu. Þetta er semst undir hlíðum Búrfells og þetta sýnir vel hvernig landið er, hversu illa það er gróið. Þetta er aftur þessi mynd er tekin 2006 og þarna er búið að jarðvinna landið og á að fara að gróðursetja stærstu gróðursetningu sem við höfum framkvæmt þarna við Búrfellið. Þetta er nær virkjunni og þetta land er örlítið betur gróið og þarna á að fara að gróðursetja 60.000 plöntur. Nú svona gengur þetta fyrir sig. Þetta gengur hratt og ótrúlega vel í rauninni ef bara rétt er farið að. Þarna eru verið að fara yfir
sumarstörfin og þrifin og hvort það þurfa að bera á og svoleiðis, setja nýja skógræktarstjóra inn í embættið. Og hér, þetta líklega 3 ára gróðursetning, sjá í jarðveginn hvernig hann er. Þetta þessi sama gróðursetning og var að hefjast þarna 2006, þessi mynd er tekin 2009 og þetta árangur sem að hver sem getur verið mjög stoltur af. Sama svæði. Hér merkilegur skógarreitur frá, þetta svokallað sifjalerki, blendingur á milli Evrópulerkis og Japanslerkis. Og þið sjáu líka lífið sem að myndast í skógarbotninum. Gaman að bera saman þessa gróðurframvindu milli ára. Efsta myndin tekin núna í sumar og þið sjáuð aftur þessa mynd frá Mats frá 1981 af þessari eyðimörk sem að þarna og svo þarna mynd sem frá 2003. Nú, gróðursetningin, þetta yfirlit yfir fjölda gróðursettra plantna og vegum landgræðsluskóga og í þessu samstarfsverkefni 2002 þá var svæði kortlagt og árangur metinn og gerð svona aðgerða áætlun og þið sjáið að það heldur bætt í eftir það. Nú ætla ég að sýna bara nokkra myndir, svona panorama hérna, yfirlit yfir þessi svæði sem við höfum lagt mesta áherslu á, það að segja undirhliða Búrfellsins. Og þetta alltaf vaðað upp í ungskógi, aðalega birki. Nú það sem tíminn naumur, þá ætla ég ekki að fara í detaljum yfir samantektina, en þetta það algjört ævintýri að koma þarna upp í Búrfell og sjá hvað það að gerast og í Þjórsárdalnum almennt. Það tilhlökkunar efni á hverju vori að sjá þessar jákvæðu breytingar sem þarna að gerast. Þá þakka ég fyrir mig. Takk kærlega, Einar. Nú næstur í pontu Reynir Kristinsson, hann stjórnarformaður Kolviðar og ætlar að segja okkur svona frá þeim leiðum sem að fyrirtæki geta farið varðandi undir merkjum Kolviðar. Nú, ég held að við bara geymum spurningar svona þangað til bara í lokin. Það rennur ágætlega og ég vissum við geti alveg haldið ykkur með spurningarnar, það ekki? Jú. Það koma líka nokkrar á Twitter og svona, þannig að við tökum þær líka í lokin. En gjörðu svo vel, Reynir. Já, komið sæl. Það nú svona eins og Jóhann áðan að það þessi ágæta lýsing, hún til margs ágætt. Ég vil þakka Landsvirkjun fyrir þetta frumkvæði að halda hérna fund og sérstaklega bjóða okkur frá Kolviði til þess að taka hérna þátt í þessu og kynna í raun og veru Kolvið til leiks þó að Kolviður sé nú ekki alveg nýtt fyrirbæri og við má segja það að við erum út af fyrir sig úrlausnarefni fyrir þá sem að vilja kolefnis jafna hjá sér. Ég ætla að fjalla hérna aðeins Kolvið sjálfan, hvernig við sköpum það traust sem þarf að vera á milli Kolviðar og þeirra sem að nýta Kolvið til kolefnisjöfnunar. Ég ætla aðeins að fara yfir samstarfi við samstarfsaðilana og síðan samfélagslega ábyrgð í umhverfismálum. Nú, sjóðurinn hann stofnaði 2006. Reglugerð slíka sjóði frá 2008 gildir sjóðinn og hann starfa samkvæmt lögum frá 1988 og við í dagstaglega köllum hann Kolvið þó að þetta sé sjóður og heitir Kolviðasjóður.
Markmið sjóðsins aukin binding kolefnis í gróðri og jarðvegi í þeim tilgangi að draga úr styrk CO2 eða koltvíoxíðs og vinnur að þessu með þeim markmiðum sem að sjóðnum eru sett og felast í því að gefa fyrirtækjum og stofnunum og einstaklingum tækifæri til þess að gerast kolefnishlutlaus, eins og segir. Það að fjármagna aðgerðir til bindingar kolefnis með landgræðslu og skógrækt með svipum hætti og hér hefur verið bent á. Stuðlaðar verndun jarðvegs og gróðurs og stuðlað aukinni vitund almennings og fyrirtækja losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Í upphafi fór sjóðurinn þannig að stað að menn voru að höfða til einstaklinga í meira mæli heldur en jafnvel fyrirtækja, en það hefur sýnt sig að einstaklingurinn ekki að nýta sér þetta, enda sjóðurinn stofnað 2006 og 2008 gerðust ákveðnir hlutir þar sem að fólk hafði annað við fjármuni að gera heldur en að setja þá í kolefnisjöfnun og sama gildir reyndar fyrirtækin, en nú eru fyrirtækin að taka við sér og við sjáum það meðal annars hér. Tekjur sjóðsins eru fyrst og fremst af sölu kolefnisbindingar og þeim skal varið til skógræktar á svæðum þar sem eru gerðir langtíma samningar kolefnisbindingu og það þarf að vera trygging fyrir því að sjóðurinn fáir bætur ef að bindingin skerðist. Kolviðasjóðir eru þannig öðruvísi heldur en kannski aðrir skógar að við gerum kröfum það að það sé þinglýst kvöð 90 ára veru þessara skógræktar og það sá tími sem að við ætlum að það taki að binda þessi 330 tonn per hektara sem að við erum að rekna með, en við sáum hér á kúrfunni áðan hjá þessum ágætu sérfræðingum að megin bindingana á sér kannski stað á 40 árum eða í heildina það hefði komið langleiðina eftir 50-60 ár frá gróðursetningu. Það kann þá líka vera að við þurfum ekki svona langan tíma í framtíðinni, en það munur rannsóknir leiða í ljós. Samkvæmt stofnskrá sjóðsins þá þarf sjóðurinn að sjálfsögðu að gera ársreikninga og þeir eru endurskoðaðir að löggiltum endurskoðendum. Í dag höfum við haft KPMG sem okkar endurskoðendur. Þeir eru búin að ná ágætis tökum á því að skilja hvernig byrðir í trjám geta verið og hvernig maður gerir byrðatalningu í trjám og þeir hefur þróast ágætlega. Okkar reikningar þeir fara síðan til ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun falið það hlutverk að hafa eftirlit með öllum sjóðum. Sjóðir sem þessir eins og kolviður eru í raun og veru sjálfseignarstofnanir. Þeir eru ekki reknir í hagnaðarskyni, heldur eru okkur ætlað að reka sjóðinn þannig að hann skili því til ræktunar. Fyrir utan þá þann kostnað sem að náttúrulega sjálfsögðu þarf að standa skil á. Og reikningar sjóðsins þeir eru lagðir fram og kynntir á aðalfundum Landverndar og Skógræktarfélags Íslands, en það eru þeir aðilar sem að stofnuðu sjóðinn á sínum tíma með stuðningi frá ríkisstjórn Íslands sem þá var. Endurskoðendurnir þeir þurfa að afla vottaðra upplýsinga umfang gróðursetninga og það þarf að gera reglulega mælingar á kolefnisbindingu, svipað eins og kom hér fram áðan að menn setja sig niður einhverja reiti og mæla hvort að sjóðurinn sé að standa við þær skuldbindingar sem við erum að lofa þeim fyrirtækjum sem við erum að binda fyrir. Landupplýsingasvið Landgræðslu ríkisins og Íslenskra skógarúttektar
á rannsóknastöð Skógræktar ríkisins í Mógilsá, þeir hafa tekið þetta verkefni að sér fyrir okkur og fyrsta mæling á Geitasandi fór fram í haust. Þegar ég að rúlla hér í gegnum fyrirgefið, það stóð nú ekki til. Það er svo lítið pláss hérna í. En í raun, já, fyrsta mælingin, hún fór fram í haust og við eigum von á niðurstöðu frá þessum ágætu herramönnum fljótlega. Nú í raun og veru kolviðrasjóðurinn eins og tryggingafélag. Við þurfum að hafa tryggingafélögin hafa ákveðin tryggingasjóð. Við þurfum líka að hafa sjóð til þess að mæta eða hlúa að þeim trjám sem við setjum niður og ábyrgðargjöf fyrstu 5 árin og með íplöntun þar sem að gróður nær sér ekki eða þar sem afföll verða eins og venjulega er. Og síðan þurfum við að fylgjast með skóginum í næstu 80-90 ár þar til að þessari bindingu náð. Nú, fyrsta verkefni okkar var á Geitasandi og í landi Stórahofs. Við leigðum þetta af Landgræðslu ríkisins. Þar hafa komið að fjölmörg fyrirtæki og við höfum plantað þar 400.000 plöntum og þær dafna þarna býsna vel. Þetta svipað eins og Einar sýndi áðan að það ótrúlegt hvað þessi svarti sandur getur skilað af gróðri. Og þegar við erum að reikna kolefnisbindingu í trjánum þá erum við raunverulega ekki að reikna þessa kolefnisbindingu sem að verður í jarðveginum, en hún, eins og sáum áðan, er ekkert síðri. Nú, landið hjá okkur fullnýtt og næsta svæði sem við ætlum í Úlfljótsvatn og það þessar hlíðar sem við sjáum hér og við erum í viðræðum við Skógræktarfélag Íslands sem eigandi að þessu landi að hefja þarna skógrækt í sumar. Sjálfur á ég mér svo aftur svona aukadraum og það að kolviður fari yfir á Mosfellsheiðina. Við sjáum hér niður að Þingvallavatninu, þar sjáum Úlfljótsvatni sem að dugar okkur kannski í nokkur ár en mér finnst Mosfellsheiðin mjög spennandi til skógræktar. Nú, samskipti okkar við okkar samstarfsaðila byggir á því að við gerum við þá samninga. Í þessum samningum þá þarf að koma fram áætluð kolefnisjöfnuð, kolefnisbókhald, kolefnisáætlun og síðan hvernig megi nota merki kolviðar. Og það sem að kolefnisjafna eins og hér hefur komið fram mest flutningar. Þetta hráefnisflutningar, til dæmis eins og sjávarútvegi, bara veiðar og flutningar í land. Framleiðslan sjálf, það flutningar á fullurinu vöru, bæði með bílum, skipum, flugi og lestum erlendis og síðan ferðir starfsmanna til og frá vinnu. Og mörg fyrirtæki farin að halda mjög gott kolefnisbókhald og Landsvirkjun þar held ég fremst meðal jafningja og standa mjög vel að því. Við þurfum að hafa áætlun í byrjun árs þannig að við getum áætla hvað við þurfum að planta eins og til dæmis á þessu ári, hvað menn ætla að binda á þessu ári þannig að við getum keypt plöntur og skipulagt það sem á að setja niður. Nú, kolefnisjöfnun á margan hátt náttúrulega ákveðið, ég ekki sem hún sé ákveðið PR-mál en að sjálfsögðu viljum við láta vita hvað við erum að gera og við höfum útbúið svona merki sem að fyrirtækin mega nota í samráði við okkur. Annars vegar þetta fyrir bíla til þess að gera grein fyrir því að bílarnir séu kolefnisjöfnaðir og hitt fyrir vörur. Nú, kolefnisjöfnun út af fyrir sig ákveðið samfélagslegt fyrirbæri og það til þessi
social responsibility 7 þættir og einn af þeim umhverfismálin og það mín skoðun að þau fyrirtæki sem að ætla að vera samfélagslega ábyrg, þau þurfa að taka þennan þátt inn í. Við að ræða samstarfi Festu. Þar nú þegar 54 fyrirtæki þáttakendur þar, en einungis 3 af þeim á kolefnisjafna. Það Landsvirkjun, Landsbankinn og ÁTVR. Þannig að nú bíðum við eftir að fá 51 fyrirtæki í viðbót inn í kolfið og að menn sýni þar í verki að þeim alvara í samfélagslegri ábyrgð og vilja standa undir henni. Ég búið með tímann. Takk fyrir. Þökkum Reyni kærlega fyrir þetta. Fróðulega yfirlit. Nú, við höldum áfram. Næst í pontu Brynhildur Bjarnadóttir frá Háskólanum á Akureyri. Hann Bjarki skrifaður fyrir þessu líka og hefur tekið þátt en hún mun flytja erindið og hún ætlar að fjalla mýrvið. Gjörðu svo vel, Brynhildur. Þarna ertu, já. Ágæti fundarstjóri og kæru fundarmenn. Ég ætla hér að greina ykkur frá rannsóknarverkefni sem við köllum mýrvið. Þetta rannsóknarverkefni hefur núna 2 síðastliðin ár hlotið myndarlegan styrk úr Orkurannsóknarsjóði Landsvirkjunar og mér finnst svolítið mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að á bak við allar þær vísindarlegu tölur og þau gögn sem við erum að vinna með, eins og bæði Landgræðslan og Skógræktin hafa hér verið að sýna fram á tölur og bindi stuðla og þess háttar, á bak við allt þetta liggur heilmikil rannsókna og vísindavinna og eins og við vitum öll þá krefst rannsókna og vísindavinna fjármagns og það gott að hugsa til þess að það séu til fyrirtæki eins og Landsvirkjun sem að vilja efla veg svona verkefna, vísindaverkefna og leggja þeim lið. Þetta mættu kannski fleiri fyrirtæki taka sér til fyrirmyndar. En ég ætla sem sagt að greina ykkur frá þessu verkefni sem heitir Mýrviður og fjallar loftslagsáhrif skógræktar á framræstu mýrlendi. Við erum 3 stofnanir sem stöndum að þessu, það Háskólinn á Akureyri og svo samstarfsaðilar frá Skógrækt ríkisins og Landbúnaðarháskóla Íslands. Nú, þetta verkefni, eins og nafnið gefur til kynna, vísar til 2 kerfa sem við erum í rauninni að vinna með. Annars vegar þar sjálfar mýrarnar og hins vegar það viðurinn eða skógurinn. Og við höfum lagt þetta verkefni upp og þess má kannski geta hérna strax í upphafi að þetta hófst bara í fyrra árið 2014 en áætlað til að minnstakosti 3 eða 4 ára. Þannig ég meira að kynna ykkur þetta hérna heldur en að kannski gefa ykkur beina niðurstöður. En við erum þarna að vinna með þessi 2 kerfi, annars vegar mýrarnar og hins vegar skóginn. Og nú vitum við að óframræstar mýrar og skógar eru hvoru tveggja mjög kolefnisrík vistkerfi. Talsvert var það og það kannski hófst miðja síðustu öld að mýrar hér á Íslandi voru ræstar fram í talsverðu magni og það hefur nú minnkað. Það var nokkuð algeng landnýtingar aðferð allt fram til sirka kannski 1990. En við framræslu á mýri þá lækkar grunnvatnsstaða og þetta stuðlar að aukinni losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Og okkar spurningar í þessu rannsóknarverkefni snúast samspil þessara 2 kerfa, annars vegar mýrarinnar þá og hins vegar skógarins. Hvað gerist þegar kolefnisríku vistkerfi sem hefur verið raskað, það að segja hefur verið ræst fram þá, breytt yfir í annað kolefnisríkt vistkerfi sem þá skógurinn. Nær skógurinn að vega upp aukna losun á gróðurhúsalofttegundum frá jarðvegi framræstu mýrarinnar og hver eru þá umhverfisáhrif þessara landnýtinga þátta? Þetta eru þær spurningar sem við fórum að kasta á milli okkar og úr varð þetta rannsóknarverkefni. Og við veltum líka fyrir okkur af hverju skiptir þetta máli. Jú, skógrækt kannski leið til að draga úr neikvæðum loftslagsáhrifum framræslu eða í rauninni lausnin sú að við þurfum bara að moka aftur ofan í skurðina og hækka grunnvatnsstöðu? Þetta eru spurningar sem við lögðum af stað með í upphafi. Og við skilgreindum markmið verkefnisins og yfir markmið verkefnisins má sjá hér, það jú að ákvarða jöfnu gróðurhúsalofttegunda og þarna erum við ekki bara að horfa á koldíoxíð, heldur erum við líka að tala aðrar gróðurhúsalofttegundir eins og hláturgas og metan. Og við völdum okkur rannsóknarsvæði, völdum okkur asparskóg sem stendur á framræstri mýri.
Og hérna eru taldar upp nokkrar spurningar sem að við höldum áfram með að setja fram og ég ætla að renna svona frekar hratt yfir þær. Hver koldíoxíðjöfnuður á ársgrundvelli frá sömu framræstu mýri sem ekki var ræktuð skógi? Við setjum sem sagt út samanburðarsvæði til að sjá hvaða áhrif hefur skógurinn. Hversu mikið af kolefni sem binst í vistkerfinu tapast aftur út með vatni? Vatn spilar lykilþátt í svona vistkerfum. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að reyna að skoða vatnshringrásina sem slíka. Og eins og ég nefndi áðan þá horfum við á aðra gróðurhúsalofttegundir líka, bæði metan og N2O. Við einbeitum okkur að öllu vistkerfinu, horfum á hvað að gerast í jarðveginum, í rótakerfi, í botngróðri og svo í trjánum sjálfum. Og ef okkur tekst nú að svara flestum af þessum spurningum, þá gerum við ráð fyrir að við getum setið uppi með svar við spurningunni hver eru heildarloftslagsáhrif landnýtingar eins og framræslu og skógræktar og inn í þetta getum við þá bætt ákveðnum gögnum sem við getum keyrt áfram með hermilíkunum og kannski nota til að skala upp á stærri landsvæði á Íslandi. Nú rannsóknin fer fram í 85 hektara asparskógi í Sandlækjamýri í Gnúpverjahreppi. Þetta svæði var valið með það fyrir augum að þarna eru mjög ákjósanleg skilyrði fyrir okkur. Þetta cirka 25 ára gamall asparskógur sem var upphaflega til hann stofnað í átaksverkefni ríkisstjórnar þar sem að verið var að skoða ræktun á svona iðnviði og að koma hérna aðeins inn á þetta áðan. En þetta sem sagt rannsóknarsvæðið okkar. Nú við beitum ýmsum aðferðum. Við þurfum að reisa ýmis tæki og tól á þessu rannsóknarsvæði til að geta framkvæmt allar þessar mælingar og kannski stærstu og flóknustu mælingarna sem við erum með í gangi akkurat núna ganga út á að mæla flæði koldíoxíðs til og frá öllu vistkerfinu og þetta gerum við með því að reisa stóran turn inn í miðjum skógi og síðan mælum við með mjög örum tímaskala allar hreyfingar á flæði koldíoxíðs annars vegar þegar það kemur inn í vistkerfið og hins vegar þegar það fer út. Og með því að mæla nógu ört og yfir langan tíma þá fáum við ákveðin jöfnuð sem að við getum sagt að jöfnuð fyrir 1 ár og getum þá sagt hvað nákvæmlega gerast í þessu vistkerfi yfir árið. Nú þessum tækjum fylgir mjög fullkomin veðurfarsstöð sem að mælir alla helstu veðurfarsbreytur enda eru það veðurfarsþættirnir sem skipta miklu máli í vexti skógarins og því sem að eiga sér stað í vistkerfinu. Við mælum líka metan og N2O eins og ég nefndi áðan bæði innan og utan skógar. Við fylgjumst með vatnshringrásinni, við metum kolefnisforða og horfum á lauffall og rótarumsetningu. Þannig að það fullt af þáttum sem í gangi. Og eins og ég nefndi við ykkur áðan þá fór þessi rannsókn bara af stað í fyrra. Hún hófst vorið 2014 með heilmiklum undirbúningi og uppsetningu og tækjum. Mælingar formlegar hófust svo í ágúst síðasta ár. Hér má sjá hvernig við þurftum að koma öllum tækjunum okkar fyrir. Við reistum 12 metra hátt mastur og tækin sem að mæla koldíoxíðflæði eru efst í þessu mastri. Það var auðvitað talsverð verkleg vinna sem að ég framkvæmdi ekki ein á þessum tíma, síður en svo. Það var mjög vaskir karlmenn með mér í þessu öllu saman. Hér má sjá það eru kannski fyrst að nefna þá Bjarka og Bjarnadýrik sem að hafa að öðrum ólöstuðum tekið þátt í að koma þessu öllu saman upp. En þarna má sjá mæli búnaðinn. Þessu fylgir auðvitað heilmikill tölvubúnaður og kerfi og við þurftum að byrja á því að fá rafmagn á svæðið. Það var heilmikið mál líka. Það liggja reyndar yfir mjög stórar og miklar búrfellslínur en þeir voru ekki alveg sammála með mennirnir að plugga bara beint inn í það. Við þurftum að fara aðra leiðir að því. En við fengum rafmagn á svæðið og okkur tókst að reisa þessi tæki í síðastliðið sumar og nú tikka þau og mæla á ársgrundvelli. Nú við settum líka, grófum okkur ofan í skurði og settum upp heilmiklar vatnsstíflur og mælum núna og fylgjumst með vatnshringrásinni og vikulega eru núna tekin vatnssýni sem eru svo sendi í efnagreiningu til frekari úrvinnslu. Nú mér langar að því ég sagði ykkur, ég hefði svo sem enga beina niðurstöður, mér langar til að sýna ykkur bara aðeins hvernig svona frumgögn úr þessum mælitækjum koma til með að líta út. Þetta eru svo sem óunnin og óbirt gögn, en hér má sjá kolefnisjöfnuð, það að segja flæði á koldíoxíði, annars vegar þegar það kemur inn í vistkerfið og hins vegar þegar það fer út. Og eins og við vitum þá eru auðvitað flæði koldíoxíðs mest inn í vistkerfið að sumri til, þegar skógurinn í örum vexti og mikil ljóstillífun og kolefnisbinding á sér stað. Að vetri til kerfið í dvala og þá öndun og rotnun
ríkjandi þættir í vistkerfinu og koldíoxíð að losna út. Og hér má sjá gögn frá október síðastliðnum. Það þessi efri mynd hérna sem við sjáum kolefnisjöfnuðinn og þarna auðvitað komið fram í október, skógurinn í dvala, hann hefur mist laufin og ljóstillífun er ekki virk en neinu leyti nánast. Það eru hérna 3 súlur sem eru negatívar og það þýðir að sá dagur hefur skilað sér í örlítilli kolefnisbindingu. Þarna hafa kannski verið ekstra góðir dagar en almennt þá skógurinn að tapa kolefni á þessum ástíma, eðlilega. Hin myndin, litla í horninu, sýnir svo hvernig svona ársjöfnuði getur litið út á grundvöll eftir 1 ár. Hann nú bara settur svona til skýringar, en þá sjáum við að sumari, neikvæðu súlurnar sem snúa niður, tákna kolefnisbindingu og þar sjáum við hvernig bindingin yfirleitt meiri yfir sumarið heldur en losunin sem á sér stað að vetri til. Enda jú skógurinn í vexti og að binda á ársgrundvelli. Svona lítur 1 dagur út úr þessum tækjum. Við sjáum að yfir miðjan daginn, svona frá 10 til 3 þegar sólar nýtur aðeins við, þá smá kolefnisbinding að eiga sér stað í kerfinu, en annars öndun ríkjandi þáttur og það losun frá kerfinu. Þetta allt saman háð veðurfarsbreytum eins og ég nefndi áðan. Hér má sjá lofthita og inngeislun frá sólu. Hitinn þarna í Sandlækjamýri að sveiflast frá svona -2 gráðum og upp í kannski 8 gráður, 8-9 gráður á þessum árstíma, október, nóvember, og við sjáum hvernig inngeislun frá sólu sem sem sagt sú orka sem kemur inn í vistkerfi, hvernig hún smá saman að minnka, enda dagurinn að verða nokkuð stuttur og dimmt þarna á þessum tímapunkti. Trjávöxtur, við komum fyrir dendrómetrum, svona automatískum sem að mæla allar fermálsbreytingar í trjánum og myndin sýnir svona raunmælingu á 4 trjám í Sandlækjamýri síðastliðið sumar. Nú hvað framundan hjá okkur? Við erum svona komin í gang með mælingarnar okkar, stefnum á að hefja mælingar á Skólausarlandi til samanburðar í sumar og svo áfram mælingar á gastegundum, skógvexti, rótarvexti, botngróðri og luffalli og halda áfram með vatnssýnin okkar. Og eins og ég nefndi í byrjun, Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar hefur stutt þetta verkefni dyggilega. Við fengum líka styrk hjá Rarik við að koma rafmagni á svæðið og það einmitt kannski fyrir tilstuðlan svona fyrirtækja sem að við getum unnið svona vísindavinnu sem að nýtist svo til áframhaldandi útreikninga fyrir fyrirtæki og aðra stofnanir. Takk fyrir kærlega. Já, takk sem leiðis. Mjög áhugavert að sjá hvernig þetta gert. Nú, við ætlum að bjóða næst velkomin Hlyn Óskarsson frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann ætlar að segja okkur aðeins frá endurheimt votlendis. Nei, byrju. Ok. En já. Okay. Já, gjör svo vel. Andrew Bjartljós, alltaf sé ykkur. Sæl öll, ég þakka kærlega fyrir þetta dagi fyrir að fá að tala hér í dag. Þetta verður aðeins öðruvísi hjá mér því að ég ákvaða því að þetta komið í lok dags hér og þið kannski sjálfsagt verið þreytt. Ég ætla að þetta verður tiltölulega einfalt. Varpið sér fram í svona spurningar sem ég detti í huga að þið hafið varðandi endurheimt votlendis. Þannig að ég varpa þeim fram og reyni að svara í þessu erindi, en sjálfsagt að fylgjast eftir með spurningum annarkvort á eftir eða í tölvupósti til mín eða eitthvað. Nema hvað? Já, endurheimt votlendis, eða kannski hefði titillinn átt að vera endurheimt votlendis sem möguleg leið til að stemma stigu við auknu styrki gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti. Já, út af hvað gengur það? Nú, eins og vandamáli aukinn styrkur gróðurhúsalofttegunda í andrúmslofti. Eins og Bjarni kom að þá hægt að tækla þetta á tvennan máta. Annars vegar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda til andrúmsloftins eða að auka bindingu. Og hér hefur verið mikið fjallað ýmsar leiðir eða langræslu skógrækt til að auka þessa bindingu úr andrúmsloftinu, draga úr styrk gróðurhúsalofttegunda með því móti. En það líka hægt að síðan að draga úr losun, til dæmis með því að draga úr bruna jarðefnaeldsneyti nú eða að endurheimta votlendi. Nú hvers vegna losun og framræstu votlendi? Brynhildur kom nú aðeins inn á þetta hérna áðan, en í
mýrlendi eða votlendi sem haugblautt og vatnsósa, þar ríkja í jarðveginum loftþykktar aðstæður og í loftþykktar aðstæður ekkert súrefni og ef súrefni ekki til staðar þá all niðurbrot eða bruni ákaflega hægur og rauninni safnast lífrænt efni upp. Það að segja gróðurinn sprettur yfir sumarið og þegar sínan sem fellur til á hverju hausti, hún brotnar einungis að litlu leyti niður, skila sér ofan í jarðveginn og grefst og hefur safnast upp í aldanna rás frá ísaldarlokum, myndað mjög þykk mólög, algengt 3 til 4 metra þykk mólög eða lífræna jarðveg eða plöntu leifarunni. Og þetta víða mjög þykkt og getur verið allt að 500 kíló höfum við svona kannski mest séð en algengast þetta 200-250 kíló af kolefni á fermetra. Nú þetta vissu svo sem hafa Íslendingar vitað og nýtt þetta til eldsneytis, sem eldsneyti þegar að segja móin, þetta eru gamla mógrafir í Þingallasveit. Þetta rauninni kannski svolítið svipað, eins og, kannski ekki eins og olía og kol en sem sagt þetta kolefni sem að einu sinni var í andrúmslofti hefur verið komið núna fyrir í jarðveginum og þar þannig séð í varanlegri geymslu nema aðstæður breytist. Nú með framræslunni þá náttúrulega verið að lækka þessa vatnsstöðu, við erum að ræsa landi fram og færa vatnið úr jarðveginum og við það loftast, jarðvegurinn verður hann loftaður og súrefni leitur ofan í hann og þá upphefst niðurbrot eða bruni. Nú við þekkjum þessa sögu, þetta hófst upp úr svona að ráði upp úr 1940 og eins og Brynhildur nefndi líka stóð til svona 1990 reyndar enn verið að grafa þessi mynd sjálf frá 2011 en það samt ekkert ávið sem áður var og þetta var þetta 50 ára tímabil, alls 32.000 kílómetrar skurðum. Og þetta nú bara, við höfum kortlagt þetta skurðanet, þetta af Suðurlandinu og sjáið Selfoss þarna ofarlega. Þetta flóin, þetta sem sagt skurðanetið og það rauninni þannig statt í dag að það erfitt að finna á láglendi, heilstætt votlendi þar sem ekki einhver skurðir. Nú, sem sagt að við þetta þá upphefst bruni, þetta rauninni bara matur, þetta lífræna efni sem þarna, þetta matur fyrir örverur og örverur láta slíkt ekkert vera, heldur þær byrja að vinna á þessu og það upphefst hægur bruni sem leiðir til losunar CO2 og reyndar líka N2O. Og þetta veruleg losun, bæði að því þetta það mikið lífrænt efni þarna og nokkuð ríkt af gæðum og umfangið líka verulegt, þar að segja við höfum verið mjög dugleg við að ræsa fram mýrar og því þetta einn af stærri losunarþáttunum á Íslandi, einn sá stærsti einstaki þátturinn. Nú, og breytir þá endurinn þessu? Jú, það sýna rannsóknir að bara við það að til dæmis á mókun í skurðina, það að segja að bleyta svæðin upp aftur, að hækka vatnsstöðun aftur, og þetta sýna rannsóknir svo sem víða heim, en við höfum líka verið að stunda rannsóknir hér á landi. Og nú rannsóknir sem rauninni rétt nýlokið sem að álverið í Straumsvík hefur stutt dyggilega. Það verið í Mávahlíð í Borgarfirði þar sem við höfum verið með 3 hektara framræsta hallamýri þar sem að við höfum verið með 2 sett það kemur ekki fram, eða nema hvað þetta eru 2 sett af mælipunktum þar sem við mælum þessi flæði þessara lofttegunda og við erum líka með þarna 2 sett af veðurstöðum eins og Brynhildur talaði það mikilvægt að vakta þessa umhverfisþætti, þessa veðurfarsbreytur, við höfum líka reyndar vaktað afrennsli á svæðinu, við erum búna til þess og kannað hvað mikið að skólast í burtu. En þarna við byrjuðum þessar mælingar 2011, við mældum í heilt ár, síðan fylltum við í skurð og bleyttum upp í helminginum. Þannig að annað settið heldur áfram að vera þurrt eða framræst og annað blautt. Og þetta gerist hreinlega mjög hratt. Þetta rauninni eins og að slökkva eld, má segja. Það að segja,
Þetta eru bara einföld eðlis- og efnafræðileg lögmál og þegar að jarðvegurinn verður vatnssósa og þá verður fljótur að verða súrefnissnauður eða algjörlega súrefnislaus og þá hreinlega dregur mikið eða allverulega úr þessu niðurbroti. Og strax bara nokkrum dögum eftir að við byrjum að bleita í þessu svæði og innan nokkra vikna var orðinn marktækur munur á mörgum punktum. Og síðan innan árs var orðinn mjög marktækur munur á svæðinu tveimur. Engin breyting hafði átt sér stað sem þetta framleiðslu svæðinu, það hélt áfram að losa jafn mikið. Þannig að aðrar ytri aðstæður eru eins. En er endurheimt þá almennt möguleg hér á landi? Erum við ekki að nota þessi svæði í einhvað annað? Eða er hægt líka að endurheimta svæðin þannig að það blotni í þeim? Hafi ekki aðstæður breyst það mikið að það gerist ekki endilega? Það er nú komin veruleg reynsla hvað þetta varðar. Það er búið að endurheimta víða land í öllum landsfjörðungum og fengið allmikið reynsla. Auðvitað hafa verið mistök og það hefur skolast úr skurðum og slíkt en þeir sem eru að vinna við þetta eru reynslunni ríkari. Það eru safnast reynslu bankan og það eru komin ákveðin kunnátta og þetta er vel hægt. Það eru auðvitað misjafnt eftir aðstæðum en þetta hefur lukkast vel. Samanber til dæmis hér Framingjar í Mývatnssveit sem var endurheimt fyrir rúmlega 10 árum síðan. En hvað með skörun við aðra landnýtingu? Erum við ekki að nýta þessi svæði til jarðræktar og ýmsa aðra hluti? Það er nú svo að það er einungis lítill hluti þessara svæða, framleiðslu svæða, eru rauninni tún og þið sjáu þarna grænisvæðin í kringum bæinni sem eru tekin til ræktunar. Megnið af þessum svæðin sem eru framleiðast eru ekki nýtt til ræktunar í dag. Sum auðvitað til beitar en þó stór svæði sem ekki. Einungis 13% í ræktun, þannig að það er stór hluti sem ekki. Og rauninni samkvæmt skýrslu sérfræðinefndar frá 2009 möguleika til að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, að þá er endurheimt votlendistalinn verulega fýsilegur kostur til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að auðveldlega megi endurheimt 1000 ferkilometra án þess að það komi niður á annarri landnýtingu svo sem landbúnaði. Og það er reyndar merkilegt í þessari skýrslu hvað skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis geta skilað miklu í þessa veru. Við erum líka að vinna sem hluti af bókhaldi gagnvart loftslagssamningum, þá erum við úttekt á stöðu þessara mála og vinna að greiningu rauninni á því hvaða land er tækt til endurheimtar. Það er alltaf háð vilja landeigenda en það er þó gott að stíga það skref að gera greiningu á því hvar hættir þannig til að það væri mögulegt og skilgreina þau svæði sem er hægt að vinna á. En þessi málstofa snýst fyrirtæki eða vilja fyrirtæki til að sýna ábyrgð í loftslagsmálum og bara rétt varðandi þá endurheimt, ég veit að ég er að renna út af tíma hérna, að árið 2007 lagði Ísland ásamt Hvíta-Rússlandi fram tillögu til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna þess efnis að endurheimt votlendis yrði samþykkt sem tæki aðgerðir innan Kyoto aðgerðaráætlunar eða þess sem tæki við af Kyoto og þetta var síðan endanlega samþykkt í Cancún og Durban og í framhaldi voru setta fram leiðbeinandi reglur, good practice guidelines svokallaðar hvernig skuli staðið að bókaskilum til loftslagssamnings hvað varðar framleiðslu og endurheimt votlendi og ég held að 2013 sé fyrsta árið sem þurfa að skila gögnum hvað þetta varðar. En burt sér frá styrkurinn í andrúmslofti spyr svo sem ekkert hvort að það gagnist skráist inn í Kyoto eða ekki og þá má kannski tala siðferðilega ábyrgð og að standa að leggja sitt að mörkum og bara því að þarna er myndamáli þegar við vorum að fylla þarna í annan skurðin og álverið í Straumsvík hefur bara sem dæmi hvað fyrirtæki gert, þau hefur náttúrulega stutt við þessar rannsóknir en þau hefur líka komið að endurheimt í þessu sama verkefni á 3 svæðum á landinu. Mér skilst að álverið hafi gengið eins langt að það geti í að draga úr sinni eigin losun, þar að segja ef þú ætlar á annan borð að framleiða ál með þeirri tækni sem er í bóðstofnum í dag þá er ekki að ganga mikið lengra og þá svona leituðu til okkar leiðir til þess að draga úr losun á öðrum vettvangum í samfélaginu og þá völdu þetta að endurheimta votlendi. Já,
Nú svo ætla ég bara að segja eins og með skógrækt og landgræðslu þá ýmislegt annað jákvætt sem fylgir, svo sem bætt vatnsgæði því að það framræsla spillimikið, það rof í skurðum og þetta líka búsvæði fyrir lífríki, fyrir fugla, leiðir af sér fjölbreyttara lífríki. Takk fyrir. Miklu frekar Hlynur fyrir þetta flotta yfirlit. Nú síðasti fyrirlesarinn okkar í dag Bryndís Skúladóttir. Hún forstöðumaður umhverfismála hjá samtökum iðnaðarins og ætlar að fara yfir tækifæri og framtíðarsýn íslenskra fyrirtækja í loftslagsmálum með okkur. Gjörðu svo vel, Bryndís. Takk fyrir og ágætum fundarstjóri og fundarmenn. Þetta búið að vera mjög gaman að vera hérna með ykkur í dag og virkilega ánægilegt að heyra hvað miklu möguleikar í skógrækt og landgræðslu. En eins og Bjarni Diðrik sagði hérna í upphafi dags að þá þarf að horfa á báðar hliðar, bæði bindingu og líka möguleika á að minnka losunina. Því að loftslagsmálin jú alþjóðlegt mál og það þarf að horfa á þetta frá öllum hliðum og skiptir ekki öllum máli hvar breytingin verður í átt að minni CO2 í andrúmslofti. En ég var beðin að fjalla hérna framtíðarsýn íslenskra fyrirtækja og tækifærin sem felast í breytingum sem að fylgja þessum loftslagsmálum eða loftslagsmálin kalla á. Atvinnulífið stór hluti vandans því að þar jú mikil uppspretta gróðurhúsalofttegunda, en við skulum ekki gleyma því að atvinnulífið mikið hreyfiafl og þar sem breytingar að þar tækifæri. Og ég ætla aðeins að fjalla það hérna hvernig atvinnulífið getur verið hluti af lausninni. Innan fyrirtækja teknar ákvarðanir ótal atriði sem skipta máli fyrir loftslagsmál. Við höfum kannski takmörkuð áhrif hvert og eitt og við getum ákveðið að setja sorp í endurvinnslu og slökkva ljósin. Hugsanlega höfum við áhrif á það hvaða eldsneyti notað. En mörg fyrirtæki farin að líta á það að þau þurfa að horfa út fyrir þau áhrif sem þau hafa í sínu daglegu störfum. Og fyrirtæki sem að ganga lengra í að vinna með samfélagsábyrgð og hvort sem þau gera það meðvitað eða ekki. Og hverjum degi teknar ákvarðanir hjá fyrirtækjum sem hafa áhrif á það hvernig önnur fyrirtæki starfa. Og þannig kvíslast áhrifin eftir aðfangakeðjunni. Nú skoðum aðeins hvernig losun gróðurhúsalofttegunda var á Íslandi árið 2012. Þetta sem kallaði losun gróðurhúsalofttegunda mannavöldum og losun vegna jarðvegsbreytinga og jarðvegsnotkunar ekki inn í þessu. Og við sjáum að þarna iðnaðarferlar 40%, flutningar á land 18%, landbúnaður 15% og fiskiflótun 11% og annað minna. Og það áhugavert að skoða þetta til samanburðar losunina frá Evrópu, meðal losun í Evrópu og litirnir eins á þessum tveimur myndum og rauði liturinn í íslenska grafinu þá fiskiflótinn því að fiskveiðar ekki teknir sérstaklega í losuninu frá Evrópu. En við sjáum að þarna það að það orkuframleiðsla sem alveg þriðjungur og samgöngur 20%, og síðan það byggingar sem einnig mjög stórar. Og þetta lítur allt öðruvísi út en hjá okkur og mismunandi auðvitað á milli landa. En okkar mynd verður svona af því að hjá okkur ekki orkuframleiðslan, hún kemur ekki inn svona sterkt og ekki byggingarnar, þannig að það aðrir flokkar sem að fylla myndina hjá okkur. Og þá fyrst og fremst iðnaðarferla, samgöngur, fiskveiðar og landbúnaður. Og ef við lítum að nánar á þessa flokka sem svona stærstir hér á landi, þá það náttúrulega fyrst losun frá iðnaði og þar það stóriðjan sem að skilar þar mestu. En þar hefur náð gríðarlega góður árangur í að minnka losun og losun á hvert tonn af áli til dæmis sem framleitt hefur minnkað 70% frá árinu 1990 sem viðmiðunar á Kyoto-samkomulagsins. Heildarlosunin hefur aukist vegna þess að framleiðslan hefur aukist mjög mikið. Og sama tíma hefur líka náðst árangur í að minnka orkunotkun á hvert unnið tonn af áli. Og fyrirtækin þau leggja metnað í að ná eins góðum árangur og hægt
enda ná íslensku álfyrirtæki með besta árangur sem þekkist í heiminum. Og það sem kemur þarna til ný tækni, breyttur tækjabúnaður, en einnig lögð mikil áhersla á að breyta verklagi, bæta vöktun, stytta viðbragðstíma ef eitthvað kemur upp á. Þannig að þeir skipulag og þessi mannlegu þættir sem skipta bara gríðarlega miklu máli í öllum okkar störfum. Og þetta eru fleiri og fleiri fyrirtæki að uppgöta og að bæta verkferlana hjá sér. Nú enn unnið af því að minnka losun frá áliðnaði, en eins og kom fram hérna áðan þá eru bara tæknilegar takmarkanir á því hversu langt hægt að ganga með þeirri tækni sem notið í dag. Þannig að það þarf þá bara að koma til ný tækni og það tekur tíma að þróa hana og innleiða, en margir trúa því að það muni koma. Og á meðan þá það verið tekin dæmi að fyrirtækin geta notað aðra leiðir eins og það að vinna með aðilum sem hafa verið að kynna sig hér í dag og þannig haft áhrif. En lítum aðeins á aðra þætti sem eru fyrirferðarmiklir hér í losunina hér á landi og það eru samgöngur og skipaflotinn. Og þar má rekja losunina auðvitað fyrst og fremst til brennslu á eldsneyti. Nú orkunotkun, hún stóra málið í alþjóðlegu samhengi þegar kemur á gróðurhúsalofttegundum, hvort sem það þá í byggingum eða í samgöngum eða á sjó eða landi. Og það heilmikið að gerast líka hér á landi. Nú ég svo heppin að hafa fengið að starfa með grænu orkunni undanfarin ár. Græna orkan samstarfsvettvangur stjórnvalda og atvinnulífs og það sem að fjalla orkuskipti. Og mér finnst það vera mjög gott dæmi það hvernig ná má árangri á skömmum tíma ef að fólk vinnur saman og með skýra sýn það hvert að ætla sér. Árið 2011 var sett fram aðgerðaráætlun og það var gengið að setja fram hvata og hvaðir sem ýta á aukna notkun endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum. Og nú 4 árum síðar þá erum við að sjá að notkun endurnýjanlegs eldsneytis hefur aukist og sala á vistvænum bílum hefur aukist. Það verið að vinna greinargerð árangurinn og hún verður birt núna á næstu vikum og verður spennandi að sjá það. En áfram þarf að styðja við þróunina og það verður mjög áhugavert að innlend eldsneyti nái enn meiri hlutdeild heldur en þó að það sé samt þegar innlend eldsneyti með talsverða hlutdeild nú þegar, en gaman að sjá það myndi aukast. Og ég hef fulla trú á því að þegar þessi lesti farin af stað þá verður hún ekki stöðvuð. Markaðurinn hann hefur myndast og það hefur þurft, og ég held að hvaðir og hvatar mun ekki þurfa að vera til langframa, það getur hjálpað til að koma hlutunum í gang. Varðandi skipaflotan þá hefur orkunotkun minnkað umtalsvert bara með bættri tækni og breyttri hönnun og orkustjórnun og slíkum aðgerðum. En ennþá orkan bara hefðbundið jarðefnaeldsneyti. En það mikill áhugi hjá útgerðum og við skynjum það. Það mikill áhugi að taka þátt í rannsóknarverkefnum þar sem verið að skoða enn frekari orkusparnað og nýting á nýrri orkugjöfum. Og ég alveg viss að það verið tekið stórt stökk á þessu sviði innan skamms tíma. Og það gríðarlega mikilvægt að bransar eins og útgerðarfélögin sé tilbúin til að vinna með sprotafyrirtækjum og aðilum sem að stunda rannsóknir og að þróa nýja tækni. Því öðruvísi komumst við ekkert áfram. Og það að gera okkar samfélag að þróunarvettvangi, þá eru meiri líkur á því að ný tæknifyrirtæki vaxi hér og festi rætur hér á landi. En fyrirtæki þau horfa meir og meir til heildar umhverfisáhrifa af starfsemi sinni og almenningur kallar eftir upplýsingum. Það unnar líftímagreiningar og fyrirtæki þau hugað bæði umhverfismálum, mannréttindum og fleiru í sínu eigin fyrirtæki en einnig hjá þeim fyrirtæki sem þau skipta við. Ég get nefnt sem dæmi að áhugi hefur aukist á vistvænum byggingum og umhverfismerkingum. Við sjáum mikinn aukin áhuga á þessum sviðum og framleiðendur þeir reikna út kolefnisspor á sinni vöru til að geta sýnt fram á að losun og framleiðsluna sé í lágmarki. Og sum af þessum kerfum byggja á því að slíkar upplýsingar séu til staðar og geti gengið á milli aðila. Og tækifærin þau eru víða og mér langar að nefna okkur íslensk fyrirtæki sem hafa þróað tækni sem markasett víð heim og grípa þessi viðskiptatækifæri. Það eru fyrirtæki eins og Marorka og Remec Electric, Carbon Recycling og Green Cloud. Nú þau eru í business og þau skapa lausnir sem að önnur fyrirtæki geta notað og allir græða. Við getum tekið dæmi fyrirtæki Carbon Recycling sem framleiðir eldsneyti og CO2 útblæstri frá jarðvarmavirkjunum.
Ársframleiðsla þeirra í verksmiðjunni í Svartsengi er 5.000 tonna kolefni og sem samsvarar bindingu 120.000 trjáa í 10 ár, hafa þeir reiknað út. Og þarna er verið að vinna bæði bindingunni og minni losun. Það er hópur innan samtaka iðnaðarins sem heitir Cleantech Iceland og við teljum að Cleantech-bransinn hann á mikla möguleika hér á landi, en það er ekki alltaf auðvelt því fyrirtækin er að markaðssetja nýja hugsun inn í bransa sem eru gamalgrónir og sem betur fyrir eru fleiri og fleiri rekstraraðilar sem að skilja kraftin sem felst í því að setja kröfur á sín eigin fyrirtæki og senda skilaboð upp og niður aðfangakeðjunum til annarra viðskiptaaðila. Og hluta af þessu er að líka fyrirtæki velja það að staðsetja starfsemi sína þar sem að við geta nýtt endurnýjanlega orku og þess vegna sjáum við líka fyrirtæki eins og álframleiðendur og gagnaver og aðra sem vilja setja stað á Íslandi með sína starfsemi til að minnka kolefnissporið. Ég ætlaði í lokin á þessu myndasjói að sýna ykkur hérna myndulosun úrgangs. Úrgangur er ekki stór hluti af heildarlosun frá Íslandi, en mér finnst þetta mjög áhugaverð mynd af því að hún sýnir hvað hægt er að ná miklum árangri á skömmum tíma. Þarna sést að endurvinnsla hefur aukist gríðarlega á bara örfáum árum og það sem gerðist er að þannig að koma til hvatar eins og úrvinnslugjald. Það eru einkafyrirtæki sem að markaðssetja endurvinnslulausnir og áhersla á umhverfismál er að aukast mikið í samfélaginu á þessum tíma. Þannig að við sjáum þarna hvað mikið getur gerst á skömmum tíma þegar allt lagst á eitt. Regluumhverfi sem styður breytingar, tækni sem hægt er að beita, viðskiptatækifæri og fyrirtæki sem að grípa þau og síðast en ekki síst jákvætt viðhorf í samfélaginu. Þannig að lokaorðin eru að atvinnulífið er hreyfiafl sem með gríðarlega þekkingu, orku og kraft sem skila miklum árangri séð í beint í rétta átt. Takk. Kæra þakkir, Bryndís. Heyrðu, við ætlum nú að taka við spurningum. Ég veit að þið eru mörg með örugglega fullt af spurningum sem brenna á okkur. Bara svo erfitt að sjá hérna uppi. Ég held samt að við höfum bara þannig að þeir spyrjið pallborðið. Þau sitja bara hérna í sætunum. Það eru hljóðnumar hérna. Ég er eiginlega að biðja ykkur að standa upp og bara bera fram spurninguna hátt og skýrt. Og ég get svo endur tekið spurninguna fyrir þá sem eru að horfa í beinni. Eru einhverjar spurningar frá ykkur? Má sjá. Ég sé bara ekki neitt. Já, hvað eru allar spurningar þar? Heyrðu, það er einn sem að koma inn á Twitter, ég var að byrja á henni. Tekum á henni, það er spurning til Bjarna. Bjarni, er eitthvað verið, hún kemur frá Gessinni. Er eitthvað verið að vinna í gegnum Flóru Íslands með það markmið að auka afköst plantna í bindingu? Já, ég bara svara þessu beint núna. Við erum náttúrulega búin að vera að hlusta síðan á erindi eftir að ég flutti mitt uppáfserindi það eru verið að náttúrulega vinna mjög mikið, bæði þar sem við erum að breyta landnýtingunni með skógrækt og landgræðslu og endurheimt votlendis. Og það eru kannski þessar 3 leiðir sem íslensk stjórnvöld hafa fyrst og fremst hvatt til að séu farnar. En það má segja að í hvert skipti sem við breytum landið þannig að gróska eykst og jarðvegsmyndun á sér stað, þá verður alltaf þessi uppsöfnun. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar hérna úr sal? Já, það stendur líka á í staðinn fyrir í og eitthvað svona, þannig að maður er að flýta sér maður að skrifa. En allavega, ég er með eina spurningu þá, ég ætla að nota aðstöðu mína, fyrst að ég er í svona góður aðstöðu. Bryndís, langar að spyrja þig bara hvort þú sjáir fyrir þér einhverja hvata í náinni framtíð sem munu koma frá ríkisvaldinu eða þá bara hvað þurfi til að til dæmis fyrirtæki fari að gera kolefnisbókhald eða jafna sína losun eða jafnvel draga úr henni. Hvatarnir þeir geta falist í sparnaði, þeir gera það til dæmis varðandi það að minnka orkunotkun, það felst sparnaður því að minnka hana.
Þannig að þegar fyrirtæki átta sig á því að það felst sparnaður í því að vera umhverfisvænn, það eru góðu skrefin og síðan geta hvata komið líka frá einstaklingum og fyrirtækjum sem versla og sem ég var einmitt að ræða svolítið í erindinu, að fyrirtæki geta líka sett kröfur eða í það minnsta þrýsting á önnur fyrirtæki að standa sér vel í þessum málum og opinberir aðilar geta líka gert það í gegnum opinber innkaup. Þannig að það er ein leið til að hreyfa við hlutunum. En sérðu eitthvað fyrir þér svona í náinni framtíð sem kemur frá stjórnvöldum? Opinber innkaup koma frá stjórnvöldum, þannig að það er ein leið. Okay, takk. Hvað segið þið? Eru þið öll sofnuð þarna í sal? Já, þarna kemur ein spurning. Hvaða áhrif hafið þá losun, á það? Já, ég get endtekina. Það er spurningu þegar við bleytum upp í mýri eða endurheimtum mýri, hvernig breytist þá metanbúskapurinn? Úr náttúrulegum mýrum losnar metan sem er líka gróðurhúsalofttegund og sem vegur þá upp á móti þeirri bindingu sem að mýrirnar stunda. Og við það að bleyta upp í endurheimtu landi, í framræstu landi sem þetta bleyta aftur upp í, þá upphefst auðvitað metanlosun á móti þeirri bindingu á CO2 sem að þeirri samdrætti í losun á CO2 sem er gagnvart niðurbrotinu og því N2O sem losnar sem að yfirleitt losnar ekki úr blautu landi. Þetta hefur verið reiknað, þetta er náttúrulega mjög breytilegt á milli svæða, allt frá því að vera neikvætt yfir í jákvætt. En almennt held ég að samantekt-stuðullinn fyrir svona heimsvísu þá er það að með endurheimt þá dregur fast að 95% af þeirri losun sem átti sér stað þú dregur úr henni. En það getur sittið eftir þá kannski 5% af losuninni. Þessi umskipti frá CO2 yfir í metan. Takk. Svarar þetta spurningunni? Ein spurning hérna. Framræstu mýrum. Þú nefndir áðan að þetta væri umtalsvert. Hvað er þetta mikið? Já, ég kannski vildi ekki akkurat fara í þetta, en nei. Þetta eru mjög stórar tölur og okkar rannsóknir, ég og Jón Guðmundsson birtum til dæmis grein í fyrra sem að þá er þetta 4 tonn á hektara á ári ígildi CO2. Aftur á móti eru komnir síðan núna í tengslum við það að þetta er orðið hluti eða sem tæk aðgerð innan Kyoto eða framhalds Kyoto að samantektarstuðlar á heimsvísu fyrir okkar loftslagsbelti, kaldtemperabeltið, þá er það 5,7, sem sagt ívið hærri, þannig að þetta er eitthvað á því bili 4 til 5,76. Já, og svo ef þú náttúrulega tekur inn allt flatarmálið, sem sagt, alla hektarana, þá er þetta stærsti losunarþáttur Íslands. Þetta ég held að sé núna í fyrsta skipti því losunarbókhaldi sem er að skila en núna, það er alltaf aðeins á eftir, fyrir 2013 sem sagt, þá koma þessar tölur fram. Þetta kom þó fram í fyrirspurn á Alþingi í haust líka, það getur svo sem flettið upp. En þetta er stærsti einstaki þátturinn samkvæmt þessum tölum. Óvissan sem er í þessu er ekki kannski svo mikil í losuninni per hektara eða fermetri eða hvernig sem þetta er, það er frekar í flatarmálinu. Það er miklu meiri óvissa, við vitum ekki alveg hvað er framræsland, það er náttúrulega eitt bóndi segir framræsland það er til að geta keyrt traktorna en gagnvart gasbúskap er svolítið annað og þetta er breytilegt þetta aðstæðum og síðan er náttúrulega ekki allar mýrar með kolefnis nær gosbeltinu eru það steinefnaríkar, þær eru rauninni ekki varla með lífrænan jarðveg, það er að draga það þá frá. Þannig að það er miklu meiri óvissa sem er tengt flatarmálinu, heilda flatarmálinu sem skilar inn í þessa tölu. Og þetta er verið að vinna því að bæta þetta mat. Samt sem áður, þó að flatarmáli helmingist
segjum við sé ekki 4.000 ferkilometrar eins og reikna með í dag, heldur sé 2.000, þá er þetta samt sem áður ákaflega stór losun þáttur. Flott, takk fyrir þetta. Það er einn spurning hérna. Er ekkert sem stangast á, bara átt um svæði, endurheimt og skógrækt? Já, ég stelst fyrst því að sko Brynhildur verkefni sem ég hluta verkefni sem Brynhildur og við erum náttúrulega bara að leggja stað með sem Brynhildur stjórnar það verkefni svarar vonandi þessa spurningu. Kannski er skógrækt bara fín leið til þess að vega upp á móti þessari losun úr þessum jarðvegi. Það er bara eftir að koma í ljós. En það er allavega mitt svar, Arnór. Já, við hérna íslensk skógarúttekt. Hún metur alla skóga á Íslandi og þar hefur við þá metið hve mikið af skógum er á framræstu mýrlendi og samkvæmt nýjasta mati okkar eru 9% skógræktar, sem sagt ræktaðra skóga, þá er ég ekki að tala um birkiskóga, eru á framræstu mýrlendi. Svo þetta er frekar lítill hluti af skógum á Íslandi. Þegar ræktaðar skógar á Íslandi eru núna 40.000 hektarar. Þannig að þetta eru það vel 4.000 hektarar sem eru á framræstu mýrlendi. Þannig að ég held að árekstrarnir hér á landi sé ekki miklir. Flott, takk fyrir það. Kannski rétt að bæta við það, því að þetta er náttúrulega verið kanna mikið erlendis, en þar er þetta mjög breytilegt og háð aðstæðum. Það eru tilvik þar sem að þetta snýr þessu við og það bindur meira heldur en losar, en líka dæmi andstæðina. Þannig að þetta er mjög breytilegt. Það er þörf á að kanna þetta hér á landi sem við erum akkurat að gera núna. Flott, takk fyrir. Heyrðu, það er tími fyrir eina síðustu spurningu. Eru þið alveg mett? Eru þið alveg jöfnuð? Bara eftir daginn. Heyrðu, mér langar þá að bara fyrir hönd Landsvirkjunar og allra samstarfsaðila hér að þessu málþingi. Bara þakka öllum kærlega fyrir komuna, þakka fyrirlesurum fyrir ykkar framlag. Það hefur verið virkilega lærdómsríkt og skemmtilegt inn í dag. Við vissum að við stöndum upp og göngum út í vondaveðrið, aðeins fróðari en fyrir í dag. Takk kærlega fyrir komuna.